Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann númer 770 og haldinn miðvikudaginn 28. október 2020 og ég segi fund settan. Forseti ætlar að fara núna yfir dagskrána í stórum dráttum eins og hann gerir í upphafi. Það eru 17 mál á dagskrá á þessu sinni. Og svona til hæðurauka ætla ég að renna yfir það. Það eru 2 fundargerðir frá bæjarráði. Það eru 5 fundargerðir frá nefndum bæjarins. Þessu sinni það fjölskyldunefnd, fræðslunefnd, lýðræðis- og mannréttindanefnd, íþrótta- og tómstundanefnd og skipulagsnefnd í þessari röð. Svo eitt sem að kallast almennt erindi, það funduð bóð á landsþing Samband íslenskra sveitarfélaga og einnig kosning nýs varamanns frá Mosfellingum. Síðan koma hér 9 fundargerðir til kynningar og þær eru að venju úr ýmsum áttum. Okkur er ekkert að vanbúnaði að hefjast handa á. Við byrjum þá á fundargerð frá bæjarráði Mosfellsbæjar sem hélt fund 15. október. Allt er þetta náttúrulega fjarfundir núna. Þessi fundur var númer 1461. Það voru 6 mál á dagskrá. Og þannig háttaði á þessum fundi að það voru 3 mál sem að snerust sama svæðið hér og sama nálgun eða hluta til allavega. Og þetta eru mál, ég ætla nú að lesa þetta upp. Það er skipulag á Esjumölum, kvörtun til umboðsmanns Alþingis, það er titillinn á fyrsta málinu. Titillinn á öðru málinu er deiliskipulagsbreyting 2 á Esjumölum, kæra. Titill númer 3. Þriðja máli heitir skipulag á Esjumölum samantekt. Til þess að þetta verði skilvirkara þá legg ég til að við opnum umræður á þessi 3 mál. Það er einfaldlega það er erfitt að draga því sundur þó að það sé 3 aðskilin mál á þessum fundi. Þannig að það er fullkomlega heimilt að segjum hoppa á milli mála og tengja þetta saman, þetta tengist saman aftur og bak og áfram. Þannig að ég mun opna mælendaskrá á þessi 3 saman eða sitt í hvoru lagi. Það er að taka 2 mál og það er ekki þetta, þarf ekki að segja það að nú er ég að tala um annað mál. Ég mun einfaldlega, forseti mun einfaldlega skrá hjá sér hver er að taka til máls og svo ég tala alveg skýrt með það er heimild undir þessu 3 málum að tala 6 sinnum í allt. 3 mál og 2 sinnum hvert mál. Þannig að ég skrái það hjá mér og svo var að ræðst þetta hvernig okkur miðar áfram með þetta mál, þessi mál. Ég opnaði umræðu fyrir mál nummer 1, 2 og 3 og það er komin einn á mælendaskrá, það er bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson og gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, forseti, og ágætu bæjarfulltrúi á góðan daginn. Ég ætlaði að taka til máls um mál númer 1 til að byrja með, en þetta er ágætis form af þessu sinni vegna þess að þessi mál tengjast að sjálfsögðu mjög mikið. Það sem að ég ætlaði að vekja athygli á eru þessi mál sem eru núna í vinnslu, þessi deilumál milli Reykjavíkurborgar og Mosfellsbæjar skipulagsmál á Esjumölum og það sem að er í gangi núna akkurat og var fjallað á þessum bæjarráðsfundi er það að það er í gangi kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna deiliskipulagsbreytinga á Esjumölum þar sem að Reykjavíkurborg er að koma fyrir 2 malbikunarstöðum fyrir upp á Esjumölum á landi sem er skilgreint sem athafnasvæði. Nú, eins og einhverjir vita, en ekkert allir, að þá var önnur kæra sem var send til þessara sömu úrskurðarnefndar frá Mosfellsbæ og var það vegna koparsléttu númer 6 til 8 upp á Esjumölum. Það sem var líka verið að kvarta undan annarra þessari malbikunarstöð sem var reyndar þegar í risin og hefur hafið starfsemi.
En úrskurðarnefndin, hún úrskurðaði á þann máta að Mosfellsbær væri ekki aðili að málinu, eins ótrúlega kannski og það hljómar nú, og tók því ekki efnislega á málinu, og það var þá ákveðið af bæjaryfirvöldum í Mosfellsbæ að kvarta til umboðsmanns Alþingis vegna þess úrskurðar og málið í farvatni þar á bæ. En síðan í millitíðina þá kemur þessi seinni deiliskipulagsbreyting til samþykktar hjá Reykjavíkurborg, þar sem verið að fjalla þá aðra malbikunarstöð sem malbikunarstöðin Höfði, sem á að flytja líka upp á Esjumela. Nú, það nokkuð ljóst þessar kvartanir og þessar kærur sem að Mosfellsbær að leggja á hendur Reykjavíkurborg, það ekki algengt að sveitarfélög sé að kæra hvort annað í skipulagsmálum eftir því sem skilst, en þetta grafalvarlegt mál fyrir okkur Mosfellinga og þetta mjög stórt mál, og þess vegna var ekki hægt að gera annað eftir að það hefði verið átt ótalmörg samtöl, og þetta mál búið að vera lengi í kerfinu, bæði hjá Reykjavíkurborg og hjá Mosfellsbæ, og það hefur ekkert verið hlustað á kvartanir eða ábendingar Mosfellsbæjar að þetta sé ekki rétt að staðið hvað varðar skipulagsmál og skipulagslög. Þannig að þetta þá niðurstaðan að þarna eru þá 2 kærur sem eru komnar fram á hendur Reykjavíkurborg og þá 1 kvörtun frá til umboðsmanns Alþingis. Nú, þetta lítur á, eins og við tölum að þetta skipulag sem þarna verið að breyta, deiliskipulag, það ekki í samræmi við skilgreinda landnotkun og gildandi aðalskipulag Reykjavíkurborg. Málið snýst það hvort heimilt sé að breyta stórum hluta af athafnasvæði Reykjavíkurborgar og Esjumölum í iðnaðarsvæði, og við teljum Mosfellsbær að það sé ekki hægt að gera það með þeim hætti sem þeir gera. Meginmunurinn á þessu spennu, sem sagt iðnaðarsvæði og þá athafnasvæði, sá að iðnaðarsvæði þar gert ráð fyrir umfangsmikilli iðnaðarstarfsemi eða starfsemi sem talin geta haft mikla mengun í för með sér, en á hinn bóginn þá gerir athafnasvæði ráð fyrir að atvinnustarfsemi þar sem lítil hætta á mengun. Ákvæði orðalag þessarar nýju breytinga hjá Reykjavíkurborg, það mjög óskýrt og mjög misvísandi, og því telur Mosfellsbær að deiliskipulagið það geti ekki samræmt þessum breytingum sem verið að gera þarna. Nú, Reykjavíkurborg hefur ekki haft neitt samstarf skipulag svæðisins eins og venjan að sé gert, eða þá varðandi þessa uppbyggingu iðnaðarsvæðis, og þar með höfum við ekki haft tækifæri til þess að koma að þessu eins og við hefum þurft að gera. Nú, það algjörlega óumdeilt að svæðið upp á Esjumölum, það skilgreint sem athafnasvæði, og það ennþá skilgreint sem athafnasvæði þrátt fyrir að það sé búið að breyta þessum 2 deiliskipulögum og leyfa þarna 2 malbikunarstöðvar. Að mati Mosfellsbæjar að þá felur þessi deiliskipulagsbreyting að það sé verið að heimila starfsemi sem hefur í för með sér mikla mengun, og þar af leiðandi getur þetta ekki verið á þessu athafnasvæði sem þetta skilgreint á. Síðan það nokkuð ljóst að malbikunarstöð og malbikunarstöðvar eins og hér að ræða, það hlýtur að teljast umfangsmikil iðnaðarstarfsemi eða starfsemi sem talin geta haft mikla mengun í för með sér, og það má kannski nefna því til stuðnings að það gerðar mjög miklar kröfur til starfsemi malbikunarstöðva, og slíkar kröfur þær ekki gerðar nema þegar mengunarhætta til staðar, og það kemur enda fram í umhverfisskýrslu VFSO þar sem var farið í gegnum þá umhverfisþætti sem að svona starfsemi hefur í för með sér, og þar var talað sjónmengun, þar var talað rykmengun, þar var talað hljóðmengun og fleira sem að skiptir þá að sjálfsögðu nærumhverfi þessar Esjumela miklu máli, sem eru þá íbúar Mosfellsbæjar og mestmegnis auðvitað íbúar í Leirvogstungu, fyrir utan þá auðvitað sjónmengunina sem þetta hefur á allt svæðið og í kringum Esjuna. Nú, það sem líka athyglisvert við þetta, það það að það kemur fram í þessu deiliskipulagi að í auglýsingunni vegna deiliskipulagsbreytingarna sem Reykjavík lagði fram, og þeir telja að þetta sé ekki mengandi starfsemi, þar segir orðrétt í þessu deiliskipulagsbreytingu að markmiðið
sé að tryggja aukið framboð lóða fyrir mengandi iðnað á Esjum. Þannig að þeir eru algjörlega ósamkvæmir sjálfum sér, þeir tala út og suður í þessum máli og það þá mjög skrítið að þeir tala að þetta sé ekki mengandi starfsemi, en svo kemur orðrétt þarna að megin markmið breytingana sé að tryggja aukið framboð lóða fyrir mengandi iðnað. Þannig að það stendur ekki steini við steinu í því. Nú, þetta mjög flókið mál, það búið að taka mjög langan tíma og það hefði verið mjög einfalt og rétt að því staðið að ef Reykjavíkurborg hefði viljað breyta þessu, að þá áttu þeir að gera það með þeim hætti að þeir breyttu aðalskipulagi Esjuheimila úr því að vera athafnasvæði yfir í iðnaðarsvæði, en þeir kjósa að gera það ekki, heldur að breyta deiliskipulögum í alls konar smá bitum og þar af leiðandi erfitt að halda fókus bæði þá fyrir umhverfissviði á Mosfellsbæ og okkur kjörna fulltrúa og hérna auðvitað í talningum íbúa. Og það sem hefði líka þá gerst ef þeir hefðu farið með þetta venjulega leið í að gera breytingu á aðalskipulagi, þá hefði það þurft að koma fyrir svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins og það mjög líklegt að þetta hefði ekki verið samþykkt þar, eða ég gerði mér það, ég allavega viss það að fulltrúar Mosfellsbæjar í nefndinni og fyrri nefnd sem var á fyrra kjörtímabili, þeir hefðu mótmælt þessu og vonandi fengi fleiri lið með sér í það. Þannig að Reykjavíkurborg virðist nákvæmlega hafa vitað af hverju þeir fóru þessa leið en ekki hina venjulegu leið til þess að breyta þessu skipulagi. Það hefur síðan reynst Mosfellsbær örðugt að hafa fulla yfirsýn yfir þessar áætlanir Reykjavíkurborgar, þar sem þær eru eins og ég sagði að móta þær í mörgum flóknum skrefum, jafnvel þannig að fleiri en ein deiliskipulagsbreyting hefur verið í vinnslu á sama tíma. Það verið margir fundir haldið á sama tíma sambærileg mál og yfir mjög langt tímaskeið. Málin eru mjög oft sambærileg og það eðlilegt að teljast að starfsmenn kjörnir fulltrúar íbúa sveitarfélagsins eiga erfitt með að fylgjast með þeim breytingum sem að verða á svæðinu. Þetta kemur meðal annars fram í mjög góðu minnisblaði sem að þá þriðja mál á þessum fundi sem að heitir skipulag Esjuheimilum samantekt og það var óskað eftir því á bæjarstjórnarfundi, ég held að það vera 2.9.2020 og þá kom ágætis tillaga frá bæjarfulltrúa Stefáni Ómari hjá vinum Mosfellsbæjar að það yrði tekin saman tímalína og málin bara rakin í réttri röð vegna þess að þetta eins og áður hefur komið fram mjög flókið og búið að taka langan tíma. Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar, Kristinn Pálsson, mjög hæfur skipulagsfulltrúi, var fenginn í það og hann skilaði þarna mjög góðri vinnu varðandi þessa greiningu til þess að fara yfir málið með mjög ítarlegum hætti. Þannig að það allavega gott að það sé mjög skýr mynd á þessu og ég vildi bara vekja athygli á þessum málum sem eru þá í vinnslu. Það þá annars vegar kæra sem hjá úrskurðarnefndinni og hins vegar það kvörtun til umboðsmanns Alþingis og það verður síðan fróðlegt að sjá hvað kemur út úr því. Ég vil samt nefna það að því við höfum talað það að Mosfellsbær hefur fylgst mjög vel með þessu máli og hefur mótmælt á því stigi þegar að það hefur verið hægt að gera það, en það var alltaf því beðið eftir því að þetta mál kæmi fyrir bæði þá svæðisskipulagsnefnd eins og það átti að gera og það hefði gerð aðalskipulagsbreyting á svæðinu, hvorugt var gert, en það aftur á móti smá hængur á málinu frá Mosfellsbæjar hendi sem sá að það kom hér frá skipulagsstofnun óskun umsögn 28. og 29. mars 2019, þar sem verið að óska eftir umsögnum deiliskipulagsbreytingu og greinagerð breytingu aðalskipulagi á Esjuheimilum sem einmitt fjölluðu þetta sem að máli snýst en því miður að þá rötuðu þau skjöl ekki rétt inn í skjalakerfi Mosfellsbæjar og þau komu því aldrei fyrir skipulagsnefnd og komu aldrei fyrir þáverandi skipulagsfulltrúa og þar af leiðandi var ekki gerð athugasemd á þeim tíma, en miðað við þau samtöl og þá fundi
og það athugasemdir sem voru gerðar fyrir þetta tímabil sem var 28. og 9. mars 2019 og síðan þá eftir það og þau samtöl sem hafa bæði þá farið fram milli kjörinna fulltrúa og eins embættismanna að þá spurning hvort að það hefði skipt verulega miklu máli í stóra samhenginu vegna þess að það hefur ekki verið tekið tillit til sjónarmiða Mosfellsbæjar í þessum málum á einn eða annan hátt alveg frá upphafi. Og það vakti líka mína athygli í þessu máli sérstaklega að það skipulagsstofnun sem eftirlitsstofnun og leiðbeinandi í þessum málum að hún hefur eftir því sem ég veit best allavega einu sinni og ekki tvisvar gert athugasemdir við það að þeirra koma ekki umsagnir frá hagsmunaaðilum eins og Mosfellsbær stór hagsmunaaðili í þessu sambandi og þá hafa þeir gert athugasemdir við það að það hafi ekki komið fram athugasemd og það svolítið merkilegt líka bara miðað við hvernig hún hefur komist að þessu skipulagsstofnun að þetta sé heimilt þar sem að þeir eru þegar búin að heimila þarna búið símanum, þá það líka merkilegt að það skildi ekki koma athugasemd til Mosfellsbæjar að það hefði ekki verið skilað inn athugasemdum þessi mál sem voru sendið bæjarins. Það má bara nefna það að bara núna nýlegasta deiliskipulagsbreyting sem að Reykjavíkurborg var að gera, hún hlaut ekki samþykki skipulagsstofnunar vegna þess að það vantaði umsögn frá heilbrigðiseftirlitinu og þeir gerðu það einfaldlega kölluð eftir þeirra umsögn og ég hefði haldið að þeir ættu að gera það í flestöllum tilfellum og allavega í svona stórum tilfellum eins og þetta fjallar þetta mál gagnvart Mosfellsbæ. En ég vildi bara að lokum benda það líka að þetta mál hefur fengið umfjöllun í fjölmiðlum, bæði kom þetta í frétt Ríkisútvarpsins síðustu helgi þar síðustu helgi og í fréttablaðinu auk þess sem bæjarstjóri var í útvarpsviðtali þetta. Þetta stórt mál, mjög stórt mál, stórt hagsmunamál fyrir okkur Mosfellinga og framkoma Reykjavíkurborgar náttúrulega algjörlega út fyrir öll velsamningsmörk að mínu mati og svona kemur maður ekki fram í samskiptum við sveitarfélög sem maður á í góðum samskiptum við og Mosfellsbær mun gera allt hingað til sem hingað til þess að koma í veg fyrir þessi áform en það mun koma í ljós á næstu misserum hvernig bæði þá þessi kvörtun til umboðsmanns Alþingis fer og eins þá hvernig þessi kæra til úrskurðarnefndarinnar fer. En þá ég búinn að tala þessi 3 mál og lík mál mínu. Takk fyrir. Já, við heldum áfram í Mældarská. Það einn bæjarfulltrúi á Mældarská núna. Það bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Takk fyrir það, forseti. Þetta var athyglisverð yfirferð og við erum að taka hérna saman í raun og 3 dagskrárliði í 1 eða við erum að svona fjalla þetta allt saman og mér skilst að fyrsti dagskrárliðurinn fjalli nú kvörtun tengist malbikunarstöð fagverks þar sem við verðum að kvarta til umboðsmanns Alþingis að úrskurðarnefndin hafi ekki tekið málefnalega eða efnislega á málinu. Nú, annar dagskrárliðurinn snýr meira að á kæru vegna væntrar áætlunar að setja aðra malbikunarstöð á svæðið sem þá Höfði og sökum þess að fyrir kærunni var vísað frá þarna þá hefur verið bætt við íbúum úr Mosfellsbæ ásamt Mosfellsbæ sem kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Og bara í því efni væri svona áhald hvort að þetta sé rétt málsmeðferð. Það sem að bærinn að hvetja íbúa til að koma með og væntanlega veit ég ekki nema að bærinn sé að fjármagna þessa kæruvinnu. Þannig að ég hugsa að gæti orkað tvímælis bara aðferðafræðin og meðal annars yfirlýsingar frá formanni skipulagsnefndar á fundum bæjarstjórnar þessa aðferðafræði. Ég bara ekki nógu vel að mér í þessu efni til þess að geta kannski tjá mig það en ég svona horfi á þetta sem svona, hvað ég segja, vegna þess að þetta fór nú síðast með þessum hætti að Mosfellsbær ekki talin réttur aðili á þessum vettvangi úrskurðarnefndarinnar og þá kallað til fólk út í bæ og til þess að gera betur og laga þessa skekkju í málsmeðferðinni. Það kom mjög skýrt fram
í úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála vegna þessarar kæru Mosfellsbæjar í tengslum við malbikunarstöð og breytingar á deiliskipulagi vegna malbikunarstöðar fagverks, að þar var áréttað að vettvangur sveitarfélagsins í svona málum á vettvangi sameiginlegra vinnu sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins sem á sér stað í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Og í því efni, bara í ljósi þessa atriðis, með leyfi forseta, ætla ég að lesa hérna aðeins úr ákvæðum skipulagslaga, forseti. Gjörðu svo vel. Að ræða skipulagslög númer 123 frá 2010 og hér ég að fjalla fjórar málsgreinar snúa að ábyrgð og gerð og afgreiðslu svæðisskipulags. Þetta 22. grein skipulagslaga. Hér mjög sérstakt á ferðinni, svona ég ætla að setja inn í það, því að einu sveitarfélögin, það mega sveitarfélög koma sér upp slíku fyrirkomulagi eins og þessu, þar sem að sveitarfélög eiga sameiginleg, bæjarmörk sem að liggja saman, að ná saman að vera með svæðisskipulagsnefnd og til þess að vinna að sameiginlegum málum sem skarast. Í því efni ég að benda á þá 1. málsgrein 22. greina skipulagslaga sem hljóðar svo með leyfi forseta. Gjörðu svo vel. Á svæðum þar sem sveitarfélög telja þörf á að setja fram sameiginlega stefnu byggðaþróun eða einstaka þætti landnotkunar geta hlutaðeigandi sveitarfélög gert svæðisskipulag. Skulu þá hlutaðeigandi sveitarfélög skipa svæðisskipulagsnefnd samanber 9. grein þessara skipulagslaga. 2. málsgrein. Svæðisskipulag skal vera í gildi fyrir sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins. Til höfuðborgarsvæðisins teljast Hafnarfjarðarkaupstaður, sveitarfélagi Álftanes, Garðabær, Kópavogsbær, Reykjavíkurborg, Seltjarnarneskaupstaður, Mosfellsbær og Kjósarhreppur. Þessi sveitarfélög geta gert samkomulag við önnur nærliggjandi sveitarfélög aðild þeirra að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Í þessari annarri málsgrein mjög sérstakt að það alveg greypt í stein í lögunum að það þessi sveitarfélög, þó að villar Álftanes og Garðabær hafi runnið saman, að það þessi sveitarfélög sem eru í þessari svæðisskipulagsnefnd. Og svo segir í 4. málsgrein, svæðisskipulagsnefnd annast vinnslu, kynningu og afgreiðslu svæðisskipulags undir yfirstjórn hlutaðeigandi sveitarstjórna. Þetta mjög skýrt í þessu efni og svo lokamálsgreinin, það þá 4. málsgreinin, svæðisskipulag háð samþykki allra hlutaðeigandi sveitarstjórna og staðfestingu skipulagsstofnunar eða ráðherra í þeim tilvikum þegar hann skal staðfesta svæðisskipulag. Tilvitnun í þessa 22. grein skipulagslaga lýkur hér með og ég fer svona inn í efnið og það snýr að í raun og veru þessari samantekt á skjölum sem að ég fagna og þakka starfsmönnum bæjarins fyrir að hafa tekið saman. Þegar ég ræddi þetta síðast að þá var ég við annir eins en ég sé að það náttúrulega mikið af gögnum sem hafa bæst við aftast á tímalínuna sem nær okkur í tíma. En í grófum dráttum nú þetta ekkert ósvipað og ég náði að reifa á þessum fundi á sín tíma. Nema að þegar við lítum aðeins á ferlið þá það þannig að í þessu upptalningu talað A og B breytingu. A breytingin og það breytingin vegna fagverks sem var fyrri við að byggja og fá samþykkt deiliskipulagið. Númer B það Höfði sem þá malbikunarstöð Reykjavíkurborgar. En fagverk með sína malbikunarstöðu og þeir eru Mosfellingar. Og burt sér frá öllu slíku, þá verðum við að horfa á þetta í samhengi hlutana og með vísan í þessi lög, það skipulagslögin.
í þessar tímalínu koma 2 fundir fyrir. Þetta heilmikið af fundum og mikið af bréfaskriftum og það er alveg hægt að missa sig í að ruglast á þessu öllu saman. En ég svona fór yfir þessa samantekt og þá það fundir svæðisskipulagsnefndarinnar 82. fundur og 83. Og þar Reykjavíkurborg að koma að þessum málum og okkar fulltrúar sem eru 2. Þetta fyrir kosningarnar 2018. Þetta sem sé 2., 3. 2018 og 4. 2018. Að þeir eru fulltrúar Samfylkingar og Sjálfstæðisflokksins. Þeir eiga að mæta þarna samkvæmt eðli máls, það engin varamenn og það þarf að minnstu kosti samkvæmt starfsreglum nefndarinnar, það að minnstu kosti 1 að mæta á hvert fund þegar afgreiddur mál og ég veit til þess að það var uppfyllt í þessum tilvikum að annarkvort aðili mættu þessu fundi en þarna var samþykkt það sem að í raun og veru var mótmælt fyrir þessa fundi í Mosfellsbæ. Og það gerðu fulltrúar Mosfellsbæjar, allavega annar gerðu það. Og mér veit ekki betur en að hinn hefur ekki hreyft við mótmælum eða vilja mæta til þess að mótmæla þeim. En það sem vekur undrun að fyrir þessar dagsetningar eru bókanir hérna í þessum skjalabunka sem við fengum hérna inn á netið og í þessu yfirliti. Það eru fundir hérna undan í skipulagsnefnd og bæjarstjórn. Það sem verið að mótmæla raun og veru áform að fagverk eða þessi breyting verði til þess að fagverk getur byggt þessa malbyggunastöð. Nema hvað? Núna, í dag, í gildi deiliskipulag sem var auglýst 27.3.2019 til og með 8.5.2019. Og þá búið allt ferlið. Það klárast fyrir kosningar. Sem sé skipulags. Og það ekkert verið það búið að greipa þetta í stein á þessum tíma. Þar að leiðandi vettvangurinn ekki nýttur það sem hann á að vera í þessu ferli. Og það harmonerar við það sem að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamál áréttaði þessum úrskurði. Nú skal ég ekki setja mig eitthvað dómarasæti það. Ég mun samþykkja 1., 2. og 3. tölulið þessa fundar. En ég áskil mig rétt að bóka undir þessum lið þetta ferli og ákvæði lagana. Við öll hérna sem erum á þessu fundi eru sammála því að þetta skelfilegt að fá þetta hérna í næsta nágrenni. Og við skulum samt ekki gleyma því að þegar þetta ferli í gangi eru þarna hagsmunir fyrirtæki sem Mosfellsbæ í upphafi og íslenska gámafélagsins með moltuna. Og ég segi bara fyrir mitt leyti, ég átta mig ekki á því að fara alla þessa vegferð vitandi af því, það sem sé bæjarstjórnin og í þessu, að vitandi af því að þetta eru hlutir sem ætti að vera nokkuð skýrir hérna í lögunum, skipulagslögunum. En ég ætla að fylgja þessu máli eftir jafnfast og þið, en jafnframt benda á það sem hefur bara hreinlega mistekist. Og ég vona það hreinlega fyrir Mosfellinga og fyrir þá sem áttu að gæta að sér þarna, að við náum þessum árangri sem reynt að ná með þessum kærum. En ég bara hreint út sagt, ég ekki mjög bjartsýnn á það, bara í ljósi málsins. En önnur skjöl hérna síðar, þetta ágætt að halda þessu saman, en mér finnst þessi 2 skurðpunktar, þessi 2 fundir í mars og apríl 2018 hafa í raun og veru gert það verkum að þetta, og svo maður sjá hérna, að þetta farið að byggja strax og búið að reisa og það mikill
gassagangur í þessu, en mér þykir bara miður að þessi fulltrúar þarna hafa hérna í raun og veru ekki mótmælt þessu á þessum vettvangi og í raun og veru beitt þessu sem menn hafa talið vera jafnvel ígildi neitunarvalds þar og ná fram hérna rétti Mosfellsbæjar þar. En það var ekki gert og kannski má finna einhver ástæðu fyrir hvers vegna það ekki gert, en svona var þetta og þetta kemur fram hérna í gögnunum. Nú, ég ætla svo sem ekkert að hafa þetta mikið lengra, en ég ætla að senda bókuna svo bara umræða geta hafist þetta ef að menn vilja, en það alveg ljóst að þessi samantekt breytir svo sem engu það sem að ég hef rætt áður. Að við eigum að halda áfram að mótmæla þessu fyrirkomulagi og vonin er enn til staðar og vonandi náum við einhverjum árangri út úr þessu, en mér finnst svona tilfinningin að bak við þessu ekki mjög trúverðug og það helst vegna þess að krafturinn í mótmælum í upphafi hafi ekki verið nægilega fullnægjandi, hafi hreinlega verið hugsanlega til þess að greiða götu fagverks á þessu svæði, að byggja þessu malbyggunastöð. Og þetta, ef við reiknum með því að fólk geri ekki mistök og sé grandvart á þessum fundum, þá geti ekki lesið öðruvísi út úr því að samþykja á þessum 2 fundum í svæðisskipulagsnefnd hafi verið ætlað til þess að greiða götu fagverks og að byggja þarna malbyggunastöð. Og þegar því lýkur, þá kemur náttúrulega Reykjavík með sína malbyggunastöð. Og nú hugsanlega í raun og veru einhvers konar leikþáttur settur upp fyrir pólitíkina af hálfu bæjarstjórans. Og þar hann í forsvari að reka í raun og veru mál sem að ég reyndar vil styðja vegna þess að ég vona að það sé hægt að bakka þetta og það maður veit aldrei. En mér finnst samt þetta vera svona undarleg aðferð ef að ég líti á þetta sem mistök en ekki sem ætlunarverk viðkomandi einstaklinga, en mér finnst samt mjög undarlegt og ég á eftir að fá svör við því hvers vegna fulltrúar Mosfellsbæjar í þessari nefndum, bæði frá hálfu samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins í mars og apríl 2018 hreyfði ekki við mótmælum þegar var búið að mótmæla hérna heima fyrir í skipulagsnefnd og bæjarstjórn. Það ekki búið að svara því. Þannig að ég lýk núna mínu máli og sendi bókunna og þakka fyrir mig. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, það best bara að þú myndir setja bókunna inn á spjallið, þá hún bara opin öllum og forseti getur þá lesið hann upp þegar það kemur. Ég geri það. Spjallið, en það hefur óskað eftir fundarhlé og við tökum núna fundarhlé. Já, við hefjum þá fund á 9 og ræðum þá fundarhlé bæjarráðs númer 1461. Byrjum saman mál númer 1 og 2 og 3 þar sem að þau eru mjög skyld. Fundarhlé lokið og við höldum áfram með umræður. Það einn bæjarfulltrúi á Mælendaská, Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi, þannig að ég gef þér orðið, Haraldur, gjörðu svo vel. Haraldur, það að setja hljóðið á, þannig að kemur að. Afsakið, forseti. Ég gleymdi að setja hljóðið á. Takk fyrir það, forseti. Við langar að fá að ræða þessi 3 mál bara saman og eiginlega svona kannski að bregðast við málflutningi bæjarfulltrúa Miðflokksins, Sveins Óskars og þeirri bókun sem hann hyggst leggja hér fram. Ég vil byrja því að segja að ég vildi óska að bæjarfulltrúinn væri nú með Mosfellsbæ í liði í þessu máli.
í stað þess að reyna að slá persónulegar pólitískar keilur til þess að virðist vera að koma höggi á þá starfsmenn eða þá kjörnu fulltrúa Mosfellsbæjar og aðra sem að þessum máli hafa komið sem á sínum tíma sátu í svæðisskipulagsnefnd og vörður þar hagsmuni bæjarins með einu og öllu. Það færi betur á því að mínu mati ef að bæjarfulltrúinn verði hagsmuni bæjarins og væri liði með Mosfellsbæ í því að verjast ágangi og yfirgangi Reykjavíkurborgar í ætlun sinni að gera Esjumela svæði fyrir mengandi iðnað. Í fyrsta lagi vil ég segja að varðandi þessar kærur og það ádráttanir að það sé einhver önnur afstaða vegna þess að það séu tvö ólík fyrirtæki að setja upp malbikunarstöð á Esjumelum og annað að sé Mosfellska eigendur að þá sé afstaða bæjarins eða bæjarstjórans eða embættismanna að kjörna fulltrúa einhver önnur að þetta náttúrulega ekki svaravert og eiginlega bara ósmekklegt að svona hlutum. Því að bærinn hefur allar stundir og alla tíð gætt hagsmuna bæjarbúa gagnvart því að verjast þess að á Esjumölum verði starfsemi sem þessi. Og það snýr ekkert það að einhverjum þyki malbikunarstöðvar ómögulegar eða óæskileg starfsemi. Alls ekki. Malbikunarstöðvar eru mjög nauðsynleg fyrirtæki. Nauðsynlegar til þess að byggja upp okkar infrastruktúr. Við þurfum meðan annar efni finnst ekki upp, þá þurfum við malbygg til þess að hafa hér götur sæmilega færar og góðar hér á höfuðborgarsvæðinu og í Mosfellsbæ. Það sem að Mosfellsbæ snýr að okkur finnst bara að þessi staðsetning fyrir malbyggunarstöðvar og reyndar líka moltugerð sé ekki rétt staðsetning. Alveg á sama hátt og Reykjavíkurborg kemst að þeirri sömu niðurstöðu og að flytja þessa starfsemi þar sem hún farin að angra borgarbúa og fyrirtæki á stað sem að þeim finnst allt í lagi en okkur ekki og það okkar verkefni og það kom okkur Mosfellsbæ og reyndar lögmálum okkar líka mjög ávart að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála skyldi vísa málinu frá á þeim forsendum, þar sé að fyrra málinu malbikunarstöð fagverks frá á þeim forsendum að Mosfellsbær var ekki aðili máls, það yrðu að vera íbúar sem kærðu það. Okkur kom það mjög óvart og þess vegna og okkar sérfræðingum, okkar lögmönnum og þess vegna var umboðsmaður Alþingis rita bréf og kvartað yfir þessu og þá stjórnsýslu Reykjavíkurborgar sérstaklega í þeim efnum því að eins og kom fram í máli formanns skipulagsnefndar hér áðan að þá hefur þetta verið svolítið þannig að Reykjavíkurborg hefur verið að framkvæma þessar aðgerðir sína svolítið í skjóli nætur, þar að segja að breyta einstökum deilistipulögum og gera máli nógu flókið og ógegnsætt til þess að enginn svona sjá í gegnum það. Og það er að mínu mati og okkar mati svona ekki góð stjórnsýsla, eða bara mjög vond stjórnsýsla og ógegnsætt. Og að þeim sökum þá var haft samband við íbúasamtök Glerártungu og stungið upp á því að þeir eru aðilar af þessari kæru, þá kæru á malbikunarstöð nr. 2 til að girða fyrir þessa athugasemdir eða afstöðu úrskurðarnefndarinnar að Mosfellsbær var ekki aðili máls. Þá væri þá búið að girða fyrir það, þannig að við getum alla að vísa málinu frá á þeim forsendum núna, þar að segja þeirri kæru. Hinu hefur verið kvartað yfir til umboðsmanns Alþingis. Og síðan hvað varðar það að fulltrúar Mosfellsbæjar í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins hafi sofið af verðinum eða ekki gætt hagsmuna Mosfellsbæjar eða jafnvel værið að hygla einhverju fyrirtæki til svo að út úr kortinu það tekur einhver tali og tiltaka fulltrúa Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar í þessu til þess að reyna að slá einhverjar pólitískar keilur. Gerum ráð fyrir því að bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar sé líka þessu ekki sammála. Það einfaldlega í þessu tilfelli
var svæðisskipulagsnefnd að taka fyrir verkefnalýsingu á aðalskipulagi, breytingum á aðalskipulagi Reykjavíkurborgar sem varðaði iðnað og aðra landfreka starfsemi. Og í þessari sérstöku verkefni, þetta er ekki skipulag sem slíkt, þar að þetta var hvorki til samþykktar né synjunar og ekkert neitunarvald með einum né neinum hætti á þessu stigi stjórnsýslunar, heldur lýsingin einfaldlega lögð þarna fyrir og hún fer síðan sína leið eins og lög og reglur gera ráð fyrir. En það sérstaklega, ég vek bara sérstaklega athygli á því að í þessari verkefnalýsingu sérstaklega verið að verja Esjumila fyrir mengandi starfsemi. Þannig að þvert á móti eru fulltrúar Mosfellsbæjar, í þessu tilfelli fulltrúi Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar sem eru kjörnir að bæjarstjórn til að gæta hagsmuna Mosfellsbæjar, að gæta þeirra mjög vel. Það kemur fram í þessari lýsingu og með leyfi forseta langar mig að lesa það hér upp. Svo vel. 9 atvinnusvæðum í útjaðrunum, í Hólmsheiði og Esjumölum ætlað að taka við landfrekri atvinnustarfsemi, meðal annars sem nú á miðlægum atvinnusvæðum. Lögð verður áhersla á að uppbyggingu athafnasvæðis og Esjumölum á næstu árum. Síðar á skipulagstímabilinu verður hugað að deiliskipulagningu og uppbyggingu athafnasvæðinu á Hólmsheiði. Grófri og mengandi starfsemi verður hugsanlega komið fyrir í nýju iðnaðarsvæði á Álfsnesi. Þetta segir í þessari ágætu skipulagslýsingu. Og svo kemur sérstaklega fram í kafla A.D.5 Esjumela, athafnasvæði Vesturlandsveg, fyrst og fremst iðnaður og önnur starfsemi sem ekki hefur teljandi mengunarhætti í för með sér, svo sem verkstæði, gagnaver og vörugeymslur. Þannig það sérstaklega tiltekið þessari sérstöku verkefnalýsingu að á Esjumelum eigi ekki að vera starfsemi fyrir mengandi iðnað. Og þess vegna eru okkar fulltrúar í nefndinni að verja hagsmuni okkar, Mosfellinga, mjög vel. Það hins vegar bæjarfulltrúar Miðflokksins ekki að gera. Hann bara að reyna að slá einhverja pólitíska keilur, koma höggi á einhverja pólitíska andstæðinga í þeirri von að kjósendur í Mosfellsbæ falli fyrir þessi málflutningi og haldi að fulltrúar okkar, þessu fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar hafi verið að drífa eitthvað landráð fyrir Mosfellsbæ. Þetta alltaf málflutningu sem tekur einhver tali og ekkert að sitja undir. Og í framhaldi af þessu var einmitt ákveðið á vettvangi svæðisskipulagsnefndar að gera sérstaka greiningu á landþörf á iðnaðar- og athafnasvæði höfuðborgarsvæðinu og það var líka frumkvæði Mosfellinga því að það hafa líka verið uppi hugmyndir það að breyta aðalskipulagi Mosfellsbæjar sem kallar á breytingar á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins það að á Hólmsheiði eða þar upp frá geti verið land eða lóðir fyrir gagnaver, fyrir grænan orkufrekan iðnað. Og þetta þarf að horfa allt á í samhengi. Þannig að mér langar bara að bjóða bæjarfulltrúanum að draga þessa bóku tilbaka. Hún er ósmekkleg og árás á fólk sem hefur verið að vinna hagsmunum bæjarins af einurð og heiðarleika. En ekki eins og má lesa út úr þessari bókun að vinna gegn hagsmunum bæjarins eða jafnvel að draga taum einhverja tiltekna fyrirtækja sem að hugsanlega einhverja rætur í Mosfellsbæ. Þannig að mér finnst þetta bara ósmekklegt til öllu og ég bara býð bæjarfulltrúanum að draga þessa bókun tilbaka. Öðru kosti verði henni svara fullum hálsi. Við heldum áfram með mældaskrána, það er einn af mældaskrána, það er Anna Sigríður Guðnadóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, takk fyrir forseti. Ég er hér að taka til máls undir þessu sama máli. Ég verði eiginlega að segja að ég varð eiginlega algjörlega orðlaus að hlusta á bæjarfulltrúa Miðflokksins áðan þar sem hann á eins ósmekklegan hátt og hugsaðsgetur sagði í sinni ræðu, reyndar ekki með orðið, en við skulum þá bara spila það setna þetta veldur einhverjum deilum, þar sem hann vænir bæjarfulltrúa það að hafa komið sér undan því að mæta á fundi á svæðisskipulagsnefnd vegna þess að hann var að ganga erinda einhverja annara en þeirra en íbúa Mosfellsbæjar í sínu hlutverki sem kjörið fulltrúa þarna inni.
og ég veit ekki alveg bara sko ég eiginlega aðalega bara sorgmætt að fólk skuli tala svona þetta er svo sko í fyrsta leið bara svo ósmekklegt að ráða svona að fólki sem ekki þátttakendur í þessum fund og getur ekki svara fyrir sig. Það er náttúrulega bara, það eins ósmekklegt og hugsast getur, fyrir utan að þannig bara verið að fara með rangt mál og reyndar vil ég skjóta því að mér finnst alveg tilefni fyrir forseta þessa fundar að taka eftir svona ummælum í ræðum bæjarfulltrúa og gera athugasemd við það. Vegna þess að mér finnst þetta bara ekki tækt. Og það að sko leggja þann út af þessu máli að þarna hafi fulltrúarnir af einbeittum vilja eins og kom fram í máli bæjarfulltrúans þó hann hafi breytt aðeins bókuninni í seinna uppkasti af bókun að þá var ekki hægt að skilja hann öðruvísi þannig að þarna hafi verið einbeittur brotavilji til þess að hygla einhverju einu fyrirtæki sem hér kemur fram að eigendur hvers búa í Mosfellsbæ. Þetta bara eiginlega þyngri en tárum taki að bæjarfulltrúi Miðflokksins skuli viðhafa svona málflutning í bæjarstjórninni. Ég ætla ekki að fara yfir allt þetta mál. Það er búið, bæjarstjóri fór ágætlega yfir það áðan hvað þessi verkefnalýsing var, hvað í henni fólst. Og ég ætla ekki að fara að endurtaka það, en ég bara mótmæli því harðlega að bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar sem sat í svæðisskipulagsnefnd á síðasta kjörtímabili hafi setið þar inni til að gæta einhverja annarra hagsmuna heldur en hagsmuna Mosfellsbæjar og ég veit líka að bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins sem sat í þessari nefnd á síðasta kjörtímabili var þarna líka til að gæta hagsmuna Mosfellsbæjar. Ekki einhverja prívat fyrirtæki hér í bænum. Og mér langar til endur að segja bara skammast við Sveinn Óskar. Takk. Nú, höldum áfram fundina reyndar enginn á mælendaskrá núna. Jú, þarna kom eitt nafn upp, það bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Þú orðið, gjörðu svo vel. Já, þakka forseti. Þarna var ágætt tilefni fyrir forseta að gera athugasemd við fulltrúa Samfylkingarinnar, en maður er vanur þegar herðir róðurinn pólitíkinni. Málið bara einfaldlega þannig að þegar maður setur inn í þessa tímaröð auglýsingatímabilið fyrir skipulagið sem í gildi á ESU-miðlum í dag, þá bárust þessi erindi sem voru aldrei tekin fyrir á fundi, það bárust bænum. Nákvæmlega réttar dagsetningar. Og hvers vegna það bærinn ekki að gera athugasemdir þegar skipulagið voru auglýst? Hvers vegna það ekki? Og það, hér vil ég árétta eitt, að þó að fólk sé hætt í einhverjum nefndum, þá ekkert að því að benda á það sem miður fer, þó þessi fyrir kosningar. Það alveg tært í mínum huga að þarna, ef þetta voru ekki mistök, ef voru að ganga þá bara eitthvað að hjá viðkomandi fulltrúum. Þá eru þið að segja það að viðkomandi fulltrúar sé ekki bara átta sig á verkefninu sínu. Það svona harmonar dálítið við það sem maður að sjá í Sorpu, að fólk höndlar ekki það sem það á við. Og þá það væntanlega það ástæðan fyrir því sem að ræða. Fólki bara höndlar ekki. En það var nú huggun harmi gegn fyrir Samfylkinguna að fulltrúi þeirra mætti ekki á annan fundina með svolítið, eða ekki tvo. Nú þannig að það var ekki við hann að sakast að hafa ekki mætt að gera einhverja vitleysu, en það svo sem hann mætti ekki 82. fundi, það sem þetta var tekið fyrir. Þetta bara dokumentað og það eru gagnasöfn til að geyma svona upplýsingar, til að rifja upp. Og það ég að gera. Ég bara að segja hvað gerðist. Og þið bara að fara í ykkar heima haga í Sjálfstæðisflokknum og Samfylkingunni og skammast þar, ekki verið með dónaskap hér, annars við. Nú, en
aðeins varðandi þetta atriði með leyfi forseta, þá ætla ég að vitna hérna í gildandi deiliskipulag. Gjörðu svo vel. Sem að fulltrúar inn í svæðisskipulagnefndinni, annars skutu fulltrúi Sjálfstæðisflokknum, var að í raun og vera samþykkja. Kannski var svo mikið gassagangur að það hefur ekki náð að setja sig inn í málin, en það er ekki hægt að gera fólki það. Maður ætla þess að fólk setja sig inn í málin. En með leyfi forseta þá vitna ég hérna í inngangin, hluta af innganginum á núgildandi deiliskipulagi og þetta stendur á teikningunni sjálfri. Með leyfi forseta, samhliða er gerð breyting á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 og í því að vera að rýmka heimildir fyrir iðnað sem talin geta haft mengun í för með sér, en ekki gert ráð fyrir að starfsemi sem getur haft neikvæð áhrif á útivistarsvæði og nærliggjandi íbúðabyggð. Dæmi starfsemi sem heimild fyrir eru efnisvinnslustöðvar, flokkunarmiðstöðvar, malbikunarstöðvar og steypustöðvar, að því gefnu að umhverfisáhrif teljist ásættanleg. Innan þeirra lóðar D-melur 1 sem breytingin til mun Íslenska gámafélagi vera með starfsemi sína. Tilvitnun til líka. Þetta gildandi deiliskipulag. Þetta stendur þarna. Og þið með æslast og láta öllum illum látum að þessu fundi gagnvart mér. En þetta snýr algjörlega að ykkur og ykkar fulltrúum síðasta kjörtímabili, þetta mál. Algjörlega. Sá sem hér og talar, hann var ekki einu sinni komin inn í bæjarstjórn. Þetta var fyrir kosningarnar. Þó að þetta sé skrifað undir eftir kosningar, að þá var öll ákvörðun tekin fyrir kosningar. Þannig að ég vísa þessum flótta í málflutningnum til föðurhúsana. Þið verður bara, staðan fyrir að vasast í mér hér, þið verður bara að fara heim til ykkar og ræða þetta þar, sko. Og það bara einfaldlega svo málið vexti að gögnin, þau sýna nákvæmlega hvað gerðist. Og bara til að setja þetta deiliskipulag sem var að lesa upp úr inn í samhengi þessara tímaraðar, þá var 27.3.2019 byrjaði að auglýsa þetta deiliskipulag. Og 8.5.2019 lýkur auglýsingatímabilinu. Þetta bara stendur á deiliskipulaginu. Þið getur farið á kortasjá Reykjavíkur og fundið þetta upp í Esjumölu og lesið þetta sjálf. Á milli 23. mars og 8. maí berast 2 bréf til Mosfellsbæjar frá Reykjavík. Það sem verið að kynna þetta. Og þetta innan auglýsingafrestsins. Og inn í fylgiskjölunum sem fylgja hérna núna undir dagskrárlið númer 1-3 stendur við þessi atriði erindi ekki tekið fyrir í skipulagsnefnd. Við annað og hitt ekki tekið fyrir skipulagsnefnd Mosfellsbæjar. Og þá spyr ég, hvers vegna bæjarfulltrúinn fyrrverandi og núverandi þingmaður kjördæmisins og þáverandi nefndarmaður í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins ekki að kalla til fundar þegar auglýsingaferlið í gangi á því sem hún að mótmæla. Hvers vegna hún þá ekki að bregðast við með erindum? Þetta alveg ósvarað líka og þetta svo augljóst að þið verður bara einfaldlega að eiga þetta sjálf, en ég vona, og það annað, ég vona að við náum árangri í þessu ferli sem hafið, þó ég efist það. Og þannig ég að standa með Mosfellingum að láta þá vita hvað raunverulega gerðist. Og það ekkert þannig að það henti Sjálfstæðisflokknum hérna í Mosfellsbæ eða Samfylkingunni að uppkomist kæruleysisleg vinnubrögð af þessum toga. Það hentar ekkert og það ekkert skrítið að menn eru úrillir yfir þessu. En svona þetta og þetta verða menn bara að horfast í augu við. Svona var þetta og skjölin
bara ég þakka fyrir samantæktina, það var mjög góð frá þeim sem vann þessa samantækt, að þau benda bara beinlínis til þess að það var bara, þessu máli var ekki sinnt og alls ekki samræmi við hávaðan í bæjarstjóra núna í fjölmiðlum, alls ekki. Ég alveg hjartanlega sammála í að vilja fá þetta burt þegar ég satt einn fundinn sem varamaður í skipulagsnefnd og þetta kom fyrir þá sem ég varandi Höfða, malbikunarstöðina, síðar í hlutan. Þá tók ég þátt í að mótmæla og þannig stend ég með Mosfellingum. Ég stend 100% með Mosfellingum. En ég vil líka að Mosfellingar fá að vita það að það sumir sem eitthvað að klikka í málum fyrir Mosfellinga. Þannig viðkomandi ekki að standa með Mosfellingum. Það ekki við mig að saka sem gerðist á síðasta kjörtímabili. En það hefur áhrif á síðari kjörtímabili hér eftir og núna. Þetta tekið fyrir það. Mér finnst allt til að Mosfellingar fá að vita það. Og ég svo sem hef ekki ástæðu fyrir því að staglast á þessu. Þetta svo augljóst sem vera má og ég get alveg ímyndað mér að það þykir sárt að sjá þetta. En svona þetta, það þarf stundum að gera með gott þykir og varðandi að draga þetta tilbaka náttúrulega fráleitt og bara kjánaskapur að óska eftir því að hálfu bæjarstjóra og bæjarfulltrúa sjálfstæðismanna, oddvita þeirra. Alveg fráleitt og bara kjánaskapur í því finnst mér og vegna þess að þetta liggur alveg fyrir og ef að menn vilja ekki samþykja það sem augljóst, þá verður svo bara að vera. Ég get ekki stýrt í raun þessum tveimur flokkum. Þeir verða að vera bara áfram stjórnlausir saman eða sundur. Þetta bara svona og það ekkert meira að segja. En ég þakkar samt fyrir það sem málefnalega hefur komið fram en sumt bara ómálefnalegt og illa undir búið af hálfu bæjarfulltrúa hér. Takk. Já, áður en ég gef næsta bæjarfulltrúa orðið þá vil ég nú beina því til allra bæjarfulltrúa sem sitja að funda að svona stilla orðfæri sín í hóf og spara breiðuspjótin, sína svona hvort það eru tillitssemi í orðfæri, það svona almenn ábending á fundinum og bara vinsamlegast það þetta að tala allt á þess að gera þetta persónulegt hvað varðar orðfæri, nú ég að tala það og nota orð eins og gjánarskapur annan bæjarfulltrúa hér, samstarfsmenn, það finnst mér ekki við hæfi, svo ég vísi það til síðast ræðumanns skammastuðin, sagði einn bæjarfulltrúi, annar bæjarfulltrúi áðan, spörum þessi svona orð, en við höldum áfram með fundin á fullu og það eru 3 á mælendaskrá núna. Það næst Kolbrún Þorsteinsson, Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel Kolbrún. Já, takk forseti. Þetta var lengsta þvæla sem hefur farið fyrir eyru okkar bæjarfulltrúa allavega síðan ég kom inn í bæjarstjórn Mosfellsbæjar fyrir 10 árum síðan. Pólitískar keilur, blame game, falskheit, það er ýmislegt annað sem kom upp í huga mér meðan ég hlustaði á þetta. Og teljandi fólki trúum að þarna sé verið að hjálpa til í málinu, ég get engan veginn fundið þátt. En málflutningur fulltrúa Miðflokksins kemur svo sem ekki á óvart. Þarna nú kátt í höllinni og þá látið vaða og þrátt fyrir alls konar rök í málinu, töluverð vinna sem hefur farið að fara í gegnum þetta mál og fá öll gögn fram á borðið og svo allir viti hvernig í málum var háttað. Það fór töluvert mikil orka og mikil umræða og þegar þessar breytingar voru gerðar á skipulaginu, þar að segja þessir umræði sem átti staðinn í svæðisskipulagsnefndinni. Ég held að svona pólitík, hún ekki svaraverð. Það ekkert sem heitir því að að það sé að vera að hugsa hag Mosfellinga. Ég held að það sé bara að vera að hugsa
hugsa atkvæði líklega eftir 2 ára eða svo. Þetta náttúrulega bara með ólíkindum að heyra svona talað og mér finnst bara forseti að í alvöru þá þurfum við bara að fara að gera alvarlegar athugasemdir, hvort sem að auðveldlega fíkur í fólk eins og það að vera saka fólk að sinna ekki vinnunni sinni, að ég held við séum öll sem sitjum í þessari bæjarstjórn og búin að gera hér í langan tíma séum bara búin að standa okkur mjög vel á vaktinni. Við erum búin að, og ég held að sá sem talaði hér á undan hefur enga reynslu af því hvað það að sitja hvorki í byggðasamlagi eða á stað þar sem að maður upplifir sig nánast í töluverðum minnihluta, maður þarf að hafa hátt, maður þarf að láta í sér heyra, maður þarf að berjast, vera á tánum, alltaf, öllum stundum. Hvort sem það heitir sorpa eða skipulagsmál eða hvað það þá gott að geta hallað sér aftur í sætinu og sagt, þið gerðu rangt. Og þá verður maður bara að hlusta á það og það náttúrulega bara eðli pólitíkurinn að gera það. En að fólk sé ekki hæft til að sitja hér og þar, ég veit eiginlega ekki hvort að bæjarfulltrúi Miðflokksins gerir sér grein fyrir því í hvurslags skilmingum við eigum við borgina varðandi ýmis mál. Og þá er gott að geta hallað sér aftur í sætinu og sagt, þið standið ykkur ekki nógu vel. En vakin og sofin erum við yfir þessum málum og það veitir ekki af. En með þennan stuðning sem ég bara frábið mér, hvort sem frá Miðflokknum, að ég held að það gerir bara illt verra. Það verið að gera málið þannig að það greinilegt að ekki nokkur samstæða í bæjarstjórn Mosfellsbæjar að standa vörð hagsmuni allra Mosfellinga. Og í þessari bæjarstjórn 2000 sem nú orðin 2 ára gömul, það alltaf fólk löngu orðið það ljóst að við erum ekki samtaka í því að verja hagsmuni Mosfellinga út af við gagnvart alls konar ógnum sem að okkur steðjar til að halda bæjarfélaginu okkar í lagi. Þannig að svona bókun, svona tal, svona framkoma, ég vona að fólk bara átti sig á því hvurslags framferði þetta Hér ekki verið að tala fyrir áfram fyrir bæinn, þannig að þessi bókun, ég ætla bara að segja, skítapólitík, ömurleg framkoma og ég bið bara að ég veit að við viljum engan stuðning frá Miðflokknum, við munum vinna þetta áfram sjálf og eins og við höfum gert hingað til, þannig að þetta, við munum halda áfram með þetta mál að sjálfsögðu eins og við mögulega getum, þannig að þetta gerir fólki ekkert gagn, ekki Mosfellingum engum og bara típiskum Miðflokkur sem orðin svona doldið eins og þreyttur klár aftast í röðinni. Takk fyrir. Já, en minni bæjarfulltrúa að stilla orðfæri sín í hóf, svona almennt séð. En við höldum áfram umræðum þessar 3 mál, höfum spurt þau saman eins og við vitum og núna eru 2 á mælendaskrá. Næstu tökum við máls bæjarfulltrúi og bæjarstjóri Haraldur Sverrisson. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk forseti. Mér langaði nú bara að ræðast aðeins við síðustu ræðu bæjarfulltrúans Sveins Óskars hér áðan. Ég held að annað tvennu hljótið að vera, annað hvort skilur bæjarfulltrúin ekki eða hefur ekki kynnt sér eða vill ekki skilja hvað þetta mál snýst og hvað hefur gerst á hverjum tíma eða þá að hann að reyna að rugla fólk í rýminu með því að tala annars vegar svæðisskipulag, verkefnalýsingu og svo deiliskipulag og svo aðalskipulag. Ég vona bara bæjarstjórnarinnar vegna, hann kunni munin á þessu öllum saman en það virtist ekki vera þegar hann talaði hér áðan og það þá ég get ekki dregið aðrar ályktanir en það þessi annarkvort það að hann skilur þetta ekki eða þá að hann einhvern veginn að slá ryki í augun á þeim sem að eiga auðvitað með að skilja þetta því að það reyndar og það kannski bæjarfulltrúandi vorkunnar og það dálítið verkefni því þetta flókið og tegir arma sína inn í skipulagslöggjöfina almennt og það einmitt það sem Reykjavíkurborg að nýta sér að reyna að flækja málið nógu mikið til þess að þetta svona einhvern veginn fljóti fram hjá fólki. En bara svo ég komi að því sem ég ætlaði að segja að
bókunin sem slík, hún snýr að því að fulltrúar okkar bæjarins í svæðisskipulagsnefnd á sínum tíma ekki staðið vörð hagsmuni bæjarins. Ég færði mjög góð og gild rök fyrir því hér áður og reynda bara að lasa upp úr verkefnalýsingunni sem lá fyrir fundunum hvað svo verkefnalýsing snerist. Hún snerist ekki það að heimila mengandi iðnað á Esjumélunni að þvert á móti og þess vegna stóðu okkar fulltrúar sig fullkomlega í því að verja hagsmuni bæjarins á þeim tímapunkti. Ella hefðu þeir örugglega bókað afstöðu Mosfellsbæjar það að ef í þessari verkefnalýsingu hefði eitthvað staðið mengandi iðnað eða malbikunarstöðvar eða hvað það nú heitir alls mann þar þá hefur það örugglega verið brugðist við því á þess að Mosfellsbæjar, hvort sem neitt annað sveitarfélag hefur einhvern neitunarvaldi því að þetta ekki samþykkt á skipulagi, þetta ekki samþykkt á svæðisskipulagsbreytingu, þetta er verkefnalýsing og aðalskipulagi Reykjavíkurborgar og ekki einu sinni skipulagstillaga sem slík. Hann fór að tala hér síðan deiliskipulagsbreytingarnar og að viðkomandi fulltrúar hefðu þátt að standa vörð þær á árinu 2019. Það vill nú bara svo til að þessir fulltrúar voru nú ekki í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins árið 2019 en það vill reynda svo til að bæjarfulltrúinn sem hér talaði áðan, Sveinar K. Stígurðsson, hann í þeirri ágætu svæðisskipulagsnefnd núna fyrir hönd Mosfellsbæjar. Og það sem að mér finnst áfátt í meðhöndlun svæðisskipulagsnefndar á þessu máli að þegar aðalskipulagsbreytingin sem að reyndar Sveinn Óskar vitnaði til áðan var síðan auglýst að þá hefði hún átt að fara inn í svæðisskipulagsnefnd og þar hefði Sveinn Óskar Sigurðsson átt að standa vörð og passa upp á það. Fyrst að hann var svona segist búin að kynnast þetta mál í þaula. Sem fyrst að verkefnalýsingin fór þar inn, þá hefði að mínum að aðalskipulagstillagan sem slík átt að fara þar inn til umfjöllunar. En það var ekki gert og það vegna þess að hún hefur örugglega flotið þar framhjá henni að þeim ástæðum þetta allt sem að búta niður í alls konar hluti af Reykjavíkurborg einmitt til þess að það færi ekki svona lögbundna eða rétta stjórnsýslulega meðferð sem það gerist. Þannig að ég held kannski að bæjarfulltrúinn ætti að líta sér pínulítið nær áður en hann fer að saka hér annað fólk einhverja hluti sem einu sinni sátu nú ekki í nefndinni þegar þetta var fjallað og heldur bæjarfulltrúinn sjálfur. Og svo að fara að blanda því saman eins og bæjarfulltrúinn gerði hérna og það annarkvort af vankunnandi eða til þess að slá ryki í augun af fólki því sem að svæðisskipulagsnefnd og verkefnalýsinguna sem var lögð fyrir á síðasta kjörtímabili og svo þeirra skipulagsbreytingar sem að Reykjavíkurborg ákveður að gera og ekki voru teknar fyrir í skipulagsnefnd hér náttúrulega ég veit ekki hvað ég að segja, bara eiginlega grátlegt og formaður skipulagsnefndar fór ágætlega yfir það hér áðan hvað hefði gerst þar og það nú reyndar þannig að þau berast hér og fara hér inn í skjalakerfið þá eru þau skipulagsfulltrúi opnar þau en einhverjum hluta vegna fara þau ekki lengra en það. Það er þá annarkvort einhver mistök sem er gerð hér af okkar embættisfólki eða skjalakerfið hefur ekki virkað með nægilega góðum hætti og það er eitthvað sem við að sjálfsögðu tökum til gagngera skoðunar á hverju það gerist. En eins og formaður skipulagsnefndar fór hér yfir áðan þá er nú alls ekki líklegt að það hefði skipt einhverjum sköpum sjálfur sér í meðferð málsins. Og núna erum við búin að kæra þessi skipulög. Bæði reyndar og annar í kærunni eins og ég kom að áðan var vísað frá vegna þess að Mosfellsbær var ekki talin aðili máls. Hinn það var bætt úr þeim aðmörkum sem að úrskurðarnefndin hafði það og þökk sé þeim íbúum sem að hjálpuðu til við það en bara í Guðs bænum bæjarfulltrúar og góðir allir sem eitt stöndum með Mosfellsbæ stöndum með íbúum Mosfellsbæjar
og hjálpumst til við það að reyna að koma í veg fyrir það að Reykjavíkurborg sé með þennan yfirgang gagnvart okkur og okkar íbúum. Þessi málflutningur sem hér og þessi fundur hefur snúist síst til þess að hjálpa málstað Mosfellsbæjar þeim efnum. Já, það eru tveir núna á mælendaskrá. Næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Já, takk fyrir það. Ég ætlaði bara svona rétt að líka bregðast við því sem að kom fram í síðari ræðu bæjarfulltrúa Miðflokksins Sveins Óskars en Haraldur fór yfir það svona að nokkru leyti. En mér langar samt að ég sé að Sveinn Óskar búinn að biðja orðið aftur þetta mál. Mér langar til þess að því það kemur fram í bókunni að það virðist eins og bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar sem sátu í svæðisskipulagsnefndinni á síðasta kjörtímabili hafi brugðist bæjarbúum með því að samþykkja á þeim vettvangi og gera ekki athugasemdir á þeim vettvangi aftur kemur þetta við áform þunga iðnað á þessu heimilum. Síðan kemur bæjarstjóri upp, eða ekki upp, hann biður orðið, við erum ekki að stíga í pontu núna, og lýsir þessu mjög vel hvað fór fram á þessu fundi. Það sem kom fram, eins og hann var að lýsa, að þarna var verið að tala að þarna yrði ekki þunga iðnaður, heldur það að tekið fram hvað á að vera þarna. Þetta skipulagslýsing sem lögð fram til kynningar í nefndinni, hvorki til samþykktar eða synjunar. Það sem síðan gerist það að þetta kemur aldrei aftur fyrir nefndina. Og það sem síðan gerist líka það að þetta bútað niður og það eina rétta sem kom fram hjá Sveini Óskari var það að það voru auglýst þessar tvær breytingar, annars vegar deiliskipulagsbreytingu, hins vegar þessi greinargerðarbreyting á aðalskipulagi 27. mars 2019 til 5. maí og ég fór yfir það hér áðan og það kemur fram í minnisblaði embættismanns að það mál var skráð á eldri lokuð mál og kom því ekki fyrir sjónar embættismanna eða þáverandi skipulagsfulltrúa og þar nefndi ekki fyrir nefndina. Það miður og það hefði verið mjög gott fyrir okkur að geta haldið áfram þeim mótmælum og þeim samræðum og því ferli sem var verið að búa að vera með Reykjavíkurborg í langan tíma að geta komið með umsagnir þessi áform. Því miður að þá eru það bara mannleg mistök þar á og bæjarfulltrúinn getur velt sér eins mikið upp úr því eins og hann vill og getur þá klínt því á það að eins og hann búinn að gera svo smekklega að við séum búin að setja á leikþátt í gang sem lúta því að leyfa eina malbyggunarstöð og síðan þegar hún komin að þá ætlum við að fara að mótmæla annarri og gera það með hætti að kæra til úrskurðarnefndar og kvarta svo til umboðsmanns Alþingis. Ef að bæjarfulltrúinn heldur það að kjósendur í Mosfellsbæ séu svona heimskir að þeir sjá ekki gegnum þessa eldgömlu rotnu pólitík, þá það bara fínt mál. Það bara fínt mál. Þetta kemur engum verð heldur bæjarfulltrúinn sjálfum. Og ég hef áður sagt, varðandi þennan málflutning þessa bæjarfulltrúa, því meira sem að tala með þessum hætti, því betra. Og það akkúrat þetta sem ég langar til að spyrja hvað það sem að bæjarfulltrúi skilur ekki að kom fram á þessum fundi sem að bæjarstjóri búinn að lýsa mjög vel, að þetta var verið að lýsa því að þarna ætti ekki að vera þungur iðnaður. Hvað það sem að þessi fulltrúar brugðust með á þeim fundi, annar reyndar sér að hafa ekki verið þar og þá væntanlega til þess að sleppa við að þurfa ekki að kjósa með þetta því að hann var að draga þessa fyrirtækis væntanlega líka. Hvað það sem bæjarfulltrúinn skilur ekki í þessu máli, að þeir brugðust ekki. Og síðan, eins og oft áður hefur komið fram þegar ég hef krafið þennan ágæta bæjarfulltrúa svör, þegar það er búið að hrekja hans málflutning, að við biðjum hann að svara, að þá segir hann bara, nei, ég þarf þess ekki. Það er alveg hárrétt. Og þetta er rosalega fín pólitík. En núna er ég að biðja hann, enn og aftur, hvað það sem að þeir brugðust með? Það var ekki til samþykktar, það var ekki til synjunar, það var ekki verið að samþykkja deiliskipulag, það var ekki verið að samþykkja aðalskipulag, þarna var til umfjöllunar lýsing eða vallalýsing og síðan í framhaldi var farið því að búa skýrslu varðandi þessi athafnasvæði
En það sem kom skýrt fram á þessu fundi, að það ætti ekki að vera þungur iðnaður á Esjunni. Þannig að hvað það sem bæjarfulltrúinn skilur ekki sem máli? Takk fyrir. Já, við höldum áfram með mældaskjólna. Sveinn Óskar Sigurðsson, bæjarfulltrúi, þú hefur orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Þetta var áhugavert að hlusta á. Fyrsta lagi bæjarstjóri að segja það að ég hef getað brugðist við málinu í núverandi nefnd. Ég tók við eftir kosningar 2018. Málið hefur bara aldrei, þetta mál sem þarna var, hefur aldrei komið fyrir þá nefnd. Það sem að, hann er að reyna að búa til einhverja skuldastöðu mín megin, pólitíska, sem bara ekki til stað, bara til að svara líka í samhenginu við þetta, í raun og veru, þessari valdajafnvægi núna í nefndinni, svæðisskipulagsnefnd, einfaldlega þannig að fyrir Mosfellsbæ hef ég verið að bóka ítrekað varðandi Álfsnesið. Núverandi fulltrúi sjálfstæðismanna inn í nefndinni sem formaður skipulagsnefndar nákvæmlega eins og síðast. Hann ekkert að bóka neitt með mér þar Álfsnes. Hann kóa bara með alveg eins og ekkert sé og nota svo tækifærið að höggva í mig þegar ég að bóka gegn málum sem Reykjavíkurborg að vaða yfir með. Og svo heitir hann í mann á fundum hér og segir, þú ert alltaf á móti öllum og svo framvegis. Hvers vegna maður það? Það vegna þess að maður stendur fyrir málstað. Hann ekki að því. Og maður heyri það alla leið að Sjálfstæðisflokkurinn gerði það heldur ekki á síðustu kjörtímabili. Það bara þannig. Sjálfstæðisflokkurinn virðist ekki standa í lappirnar gagnvart Reykjavíkurborg. Hefur ekkert gert. Það bara kóa með og vonandi örugglega til þess að geta setið inn í strætó, byggðasamlaginu eða í Sorpu, fá það spórsluð frá Reykjavík. Þetta að gerast á miklu hærra level en þessum level hér. Þetta gerast að eiganda vettvangnum væntanlega og bæjarstjórinn heldur væntanlega öllum spilum að sér í því. En ég bara segi, ég að vísa hérna í mál þar sem dagsetningar eru alveg skýrar. Og ferlið, ef að það vera kvart yfir ferlinu, þá ekki eins og það hafi verið eitthvað nýtt. Lögin eru frá 2010. Og segjandi það nýbúin að fá í hausinn úrskurð frá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála að vettvangurinn fyrir bæinn sé ekki það, bendi bara til þess að bærinn bara stjórnsýslulega eitthvað að ráða í þessu máli og átta sig ekki á hvert hann á að fara. En ég ætla að styðja þessi mál, ég styð Mosfellinga og ég að styðja Mosfellinga með því að benda meðal annars á það hvað Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin hefur verið að gera síðustu ár hér og enn að gera. Ekki kannski núna varðandi Samfylkinguna en Sjálfstæðisflokkurinn alveg hikur. Ég segi bara, svona þetta, svona lítur þetta út fyrir mér. Nú ef að það bara eitthvað út í bæ sem hefur ekki sem skoðun að ég eða lokar augunum sínu fyrir þessu, þá get ég ekkert gert fyrir því. Og ef að fólk að gagnrýna þennan málflutning, þá reki hann nákvæmlega bara á þeim gögnum sem fyrir liggja fyrir fundin. Og samþykktum tillögum, hvort það sé aðalskipulag, deiliskipulag, þessi nefndi eða hinn nefndin, þá liggur þetta alveg ljóst fyrir. Alveg sama hvað reynt að tjasla í gatið þarna pólitískt að hálfu bæjarstjóra og hvað þá hálfu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í svæðisskipulagsnefndinni sem situr það með mér og stendur ekki í lappirnar, að þá breytir það bara engu í málinu. Þessi fulltrúar okkar, 2, formaður skipulagsnefndar sem situr með mér í svæðisskipulagsnefndinni og bæjarstjórinn bara ekki að standa í lappirnar og núna að reyna að draga fjöður yfir mistökin. Þannig þetta. Og ég slá pólitíska keilu. Ég meina bara, ég bara vísa í ferlinn og hann alveg ljós og marghægt að ítreka hann. Varðandi það að vísa að einhver pappír á póstur hafi farið villu vegar nákvæmlega þegar auglýsingin var á deiliskipulagi Esjumölum í tvígang, 2 bréf sem hverfa eða fóru eitthvað staðar. Það bara ekki trúverðugt. Því miður, ég vil bara segja það, bara ekki trúverðugt.
Öll hinn bréfin rödduðu sína leið en ekki þessi, nákvæmlega þegar var verið að auglýsa deiliskipulagið og var hægt að kvarta yfir því. Þannig að þetta allstar og það bara kemur náttúrulega fyrir svona pólitík sem þessi flokkar og sérstaklega Sjálfstæðisflokkurinn í þessu máli eða fulltrúar þeirra hér í Mosfellsbæ. Þetta kemur alltaf skuldadögum í svona. Og þetta er bara hlutur sem að þeir verða að horfast í augu við og ég, hvað ég að segja, ég tek bara öllu boxi á mig sem býðist sko, vegna þess að ég að standa með Mosfelli. Þeir verða að fá að vita þetta. Og ef þeir vilja fá upplýsingar hana, þá nákvæmlega þetta vísi það því að fulltrúar bæjarins hérna í embættismenn hafa tekið það saman, sem verður besta mál. En ég þakka fyrir mig. Já, við heldum áfram með fundi. Nú er tveir á mælendaskrá. Stefán Ómar Jónsson, bæjarfulltrúi. Þú hefur orðið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Sko, það í raun og veru 2 mál fyrir þó þau séu þannig þrennu lagi vegna þess að fyrsta málið sem sagt kvörtun til umboðsmanns Alþingis og svo aftur þarna það sem heitir deiliskipulag 2 og esjumælum, þetta er undir sama málsnúmerinu, þannig að þetta þannig lagað kannski 2 mál en undir sama málsnúmer, ég veit ekki alveg af hverju það en látum það nú liggja á milli hluta. Þannig að ég kem hérna eins og þeir sem hafa talað á undan mér og að tala þetta allt í einu, öll þessi 3 fyrstu mál, forseti, eins og þú leyfðir okkur að gera og það sem að ég segi bara það að ég nú ekki alveg til fullnustu búin að fara í gegnum sko þriðja málið, það að segja samantektina vegna þess að þetta var stórt og flókið en allavega mín hugmynd þegar ég lagði fram þessa tillögu sem að öll bæjarstjórnin samþykkti, það var einmitt að fá yfirsýn. Það var til að skapa yfirsýn yfir málið, sjá vegferð þess, hvar það hefði byrjað og hvernig það hefði þróast fram og ekki bara fyrir okkur að því að nú geta allir sem að vilja kynnt sér þetta. Þannig að þetta hefur upplýsingagildi af minni hálfu. Ég ætla ekki að leggja stóran út af þessu, minnskosti enn sem komið allavega ekki þessari fyrstu ræðu minni. Og ef það eru fleiri þá voru það bara komið ljós. En ég hjó eftir því áðan og það væri kannski bara ágætt að fá svar við því áðan að lengra verður haldið. Að bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson sem er okkar ágætti formaður í skipulagsnefndinni, hann nefndi það og reyndar bæjarstjóri líka, nefndi þessi 2 skjöl sem að misfórust og bara svona til þess að hafa alla hluti á hreinu að þá væri gott að vita hvaða skjöl þetta eru, hvar eru þau þarna í samantektinni, ef þau eru þarna. Ef þau eru ekki þarna, þá af hverju þau séu ekki þarna, því þau eru greinilega hluti af því sem við verðum að ræðum. Ég gerir ráð fyrir þau séu þarna, en bara svona til þess að hafa það alveg á hreinu, númer hvað þau eru, þannig að maður geta átt að sjá því. Og síðan bara það sem við erum að gera hérna í dag, við erum að afgreiða þessa fundargerð bæjarráðs og í henni er kæran til umboðsmanns Alþingis, mál sem að hófst á síðasta kjörtímabili. Það er sem sagt, hvað kallast það, kvörtun ekki kæra, kvörtun forseti heitir það. Og við sjáum bara hvað setur með það mál. Við mistum í raun og veru sjónar af því, það bara varð allt í einu staðreynd og við sjáum núna bara hvíta reikinn frá Málbækunarstöðinni sem minnir okkur á að það bara fór í gegn, hvernig sem það fór í gegn. Og síðan erum við sem sagt að afgreiða kæru til úrskurðarnefndarinnar sem númer 2 á dagskránni og það seinna málið, það seinni Málbækunarstöðin, það Málbækunarstöðin Höfði eða fyrirhuguð allavega og við skulum sjá bara hvernig það fer og þar reynum við að bæta úr því sem að hallað á í fyrir úrskurðarnefndarinnar sem að vísaði
málinu frá eða taldi okkur ekki vera málsaðila þar. Við reynum að bæta úr því í kæru nr. 2 sem varðar malbikunarstöð nr. 2. Við skulum sjá hvernig framvindur í því og hvað kemur. Og síðan erum við komin að samantektinni. Hún þarna, hún fer ekki neitt og við getum alltaf farið til hennar aftur og við skulum gera það. Við skulum kryfja það allt saman og vonandi eru þar bara nákvæmlega öll málskjöl sem varða ferli málsins. Og þá ég allavega ánægður því að ég flutti tillöguna þess vegna til þess að reyna að fá skýra mynd af atburðarásinni, ekki til þess að veiða menn eða eltast við einn eða neinn, nýjan eða gamlan ágæti forseti, heldur bara til þess að bæjarbúar fengju skýra mynd af því hvað þetta snerist. Það er að segja ef þeir geta nenna og geta sett sig inn í þetta mikla mál sem þessi samantekt. Þannig að ég held að við séum, ég skynja það þannig að það er allavega enginn sem hefur verið að gagnrýna þessa samantekt, en ég skil það þannig að það sé einhugur hana ennþá eins og var þegar hún var samþykkt og ég nefndi það þegar hún kom fyrir að bæjarráð. Ég þakka embættismönnunum fyrir það vegna þess að mér finnst þetta gríðarlega mikilvægt að þetta yrði ráðist í þetta og svo verðum við bara hvert og eitt okkar að vinna úr því eins og við skiljum þetta, spurjum það sem við skiljum ekki og reyna þá að fá frekar útskýringar á því eins og gengur og gerist. En samantektin, hún ekkert einskiptisatriði, menn skulu átta sig á því. Hún komin og hún þarna, verður og við getum farið í hana aftur og aftur ágæti forseti. Þannig sé ég það. Þannig að ég held að við séum öll á sama báti hvað þetta varðar. Mér fannst ágæti forseti að kom aðeins fram í máli eins á undan mér að það eitthvað á þessa leið að fulltrúar í þessari bæjarstjórn væru ekki samtaka það að verja hagsmuni Mosfellsbæjar. Ég veit ekki hvað var nákvæmlega átt við þarna, en ef þetta alvara, þá ég allavega ekki í þessum hópi. Ég að verja hagsmuni Mosfellsbæjar. Þannig hef gert það frá fyrsta degi mínum í bæjarstjórninni og vonandi tekst mér að gera það til síðasta dags. En það væri fínt að fá þetta með þessi 2 fylgiskjöl, hver þau eru. Takk fyrir, forseti. Já, það einmitt næstur á mælskrá Ásgeir Sveinsson, bæjarfulltrúi Stefán Ómar beindi nú spurningum samandi við þessi skjöl til þín, Ásgeir, og þú kannski þá svaraði, og svo varstu líka búin að biðja orðið, þannig að gjör svo vel, bæjarfulltrúi Ásgeir. Takk fyrir það, forseti. Já, sjálfsagt að svara því. Það í fyrsta lagi til þess að svara bæjarfulltrúa Stefáni Ómari, sem situr í skipulagsnefnd og hefur tekið þátt í þessum umræðum með okkur þar og þeim bókunum og þeim áhyggjum sem við höfum lagt fram þetta mál allt kjörtímabilið. Að þá þessi 2 skjöl sem að ræða sem að því miður fyrirfórst að svara og gera athugasemdir við og það búið að spyrja eða það búið útskýra af hverju það var bara einfaldlega, það urðu bara mannleg mistök þarna í skráningu og bara það því miður getur gerst. En þetta eru skjöl sem eru merkt þarna sem sagt 28.3.2019 sem stendur deiliskipulagsbreyting og þess að það merkt 18b, síðan 18a, það erindi, það líka frá 28.3. og síðan 19a, erindi Reykjavíkurborgar og svo 19b, síðan aðalskipulagsbreyting. Þetta eru þau skjöl sem að að ræða sem að voru send til okkar og eins og bæjarfulltrúi M-listans Sveinn Óskar var að ítreka hér áðan að þetta væri hans skoðun að þetta væri flott og það sé mjög furðulegt að bæði þessi skjöl skyldu vera vistuð með þessum ranga hætti að það bara einfaldlega hans að eiga það við sjálfan sig að halda fram svona málflutningi að embættismenn og starfsfólk á umhverfissviði sé með það verklag
að það sé að láta einhver svona skjöl hverfa eftir að við séum búin að mótmæla þessu í mánuðum saman, funda með borgarstjóra og embættismönnum og ræða þetta fram og tilbaka, fá kynningar og Mosfellsbær er búin að mótmæla þessu frá byrjun. Þannig að hann vilji halda þessu fram, það er einfaldlega bara hans pólitík og það sýnir líka bara hans karakter. En ég vildi bara biðja orðið vegna þess að ég vildi bara ítreka það. Ég óskaði eftir einföldu svari frá Sveini Óskari sem var búin að biðja orðið eftir mér, það hvað það væri sem hann skildi ekki eftir að bæjarstjóri hafi farið yfir það, hvað fór fram á þessum fundi þar sem hann vil meina að fulltrúar Mosfellsbæjar skipulagsnefnd á síðasta kjörtímabili Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar hafi brugðist í vegna þess að það kemur það fram enn og aftur að það var ekki verið að fjalla neitt til samþykktar, hvorki deiliskipulag eða aðskipulag heldur kom það fram að þarna ætti ekki að vera þungur iðnaður. Ég bað hann að svara mér og eins og ég sagði áður í mínu máli, ég hef oft gert það áður, en hann segir bara að hann þurfi ekki að svara þegar búið að reka hann út í horni malbyggi sem hann er að bjóða upp á. Þannig að í stað þess þá fór hann að tala Álfsnes. Það er alveg hárrétt, ég hef ekki mótmælt eins og hann hefur gert í svæðisskipulagsnefnd varðandi Álfsnes, en það er samþykki og það er eining það í svæðisskipulagsnefnd og í þessum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu að eftir allar þær rannsóknir og allar þær skýrslur og annað sem hefur komið út varðandi mögulega flutning björgunar í Álfsnes, að þá hefur það verið samþykkt af Mosfellsbæ eins og hinum sveitarfélögunum með þeim fyrirvara sem ég hef líka alltaf gert frá því að þetta kjörtímabil hófst, með þeim fyrirvara að Minjastofnun samþykki það. En hún hefur heldur betur ekki gert það og það á eftir að koma í ljós hvort að það verður hlustað á hana varðandi þær fornminjar sem þarna eru og vissulega hefur Sveinn Óskar bent á það í svæðisskipulagsnefnd, en ég hef gert það bæði í skipulagsnefnd til okkur og öðru vakið athygli á þeim fyrirvara. Þannig að í stað þess að svara mér að þá fór hann að tala um svæðisskipulagsnefnd og svo þessi tvö skjöl, þannig að það breytist ekkert í þessum heimi. Takk fyrir. Já, Lovísa Jónsdóttir bæjarfulltrúi, þú hefur beðið orðið, gjör svo vel. Takk fyrir. Já, heyrðu, gott fólk. Það heyrist svolítið. Já, heyrðu, þarf ég aftur að reyna. Er þetta betra? Þetta er betra. Ok, gjör svo vel. Ég skal passa. Ég ætla að teka þetta bara öll þessi þrjú aðeins saman og ég ætla að vera stuttorð. Ég er ánægð með að sjá þessa kvörtun til umboðsmanns Alþingis. Ég tek undir það sem kemur fram í henni. Ég er ekki sammála þessar skilgreiningu úrskurðarnefndar á aðild bæjarfélagsins í málum varðar svona breytingar. Þannig að það er mjög gott að sjá það fara inn. Ég vil líka þakka fyrir þessa samantekt. Hún er skýrt framsett og vel unnin og starfsmenn umhverfis sem að tóku hana saman eiga hrós skilið fyrir það og ég vil koma því á framfæri. Svo vil ég hvetja okkur öll til þess að halda áfram samstöðu eins og við höfum áður rætt Við horfum fram á vegi núna og tæklum það sem er verkefnið núna í dag. Við getum farið í krufningu þegar við erum komin á leiðarenda og farið þá í að skoða málin. Nú þurfum við að mínu viti að halda fókus á það sem er baráttan sem við stöndum frammi fyrir og ég tel að allar þessar löngu ræður séu ekki okkur til framdráttar, hvorki bæjarstjórninni í heild sinni né einstökum bæjarfulltrúum, vegna þess að ef að fólk ætlar að reyna að hlusta og skilja út af hvað þetta mál gengur, þá er það ekki að öðlast þann skilning á þessum fundi. Allavega myndi ég dásta þeim manni sem að geti gert það með því að hlusta á okkur. Þannig að virðingu við tíma bæjarbúa og bæjarfulltrúa allra, þá vona ég að við getum núna fókuserað á það sem við þurfum að fókusera. Tökum sögurskýringuna seinna. Takk fyrir. Já. Bæjarfulltrúi
Sveinn Óskar Sigurðsson, þú beðið orðið og ég gef þér það hér með, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, Ásgeir vill Ólmur bæði losna við mig úr pontu og fá mig upp í pontuna, þannig að þetta maður eiginlega orðið valkvíðinn, en sko svarið bara einfaldlega það. Nákvæmlega sömu gögn og mótmælt voru árið 2018 í upphafi árs í skipulagsnefndinni, nákvæmlega sömu gögnum sem voru að gera athugasemdir fóru fyrir skipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins, svæðisskipulagsnefndina á 82. fundi. Og þá segi ég er búinn að skoða þetta það vel og ég veit að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins Ásgeir, hann hristir höfuðið hérna í beinni, en þessi gögn liggja undir dagskrárliðnum þar sem var verið að mótmæla og fóru svo til svæðisskipulagsnefndarinnar. Sjálfsagt má vænta alls af Samfylkingunni í Reykjavík vinnubrögð og þeim meirihluta. Ég sammála því. Það kemur ekkert, flest þar ekkert gott sem það kemur. Og ég get verið hjartalega sammála sjálfstæðismönnum í því. En það breyti því ekki að þegar ég las úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála sem barst núna vegna þessara kæru, þá bara segir í úrskurðinum þar að vettvangurinn fyrir bæinn í þessu máli, þá varðandi fagverk og þennan A-hluta sem í þessum gögnum sem fylgja þessum dagskrárliðnum 1-3 í þessum fundi, að það svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðis og það harmonera alveg við 22. grein laganna. Þeir segja þetta bara beinum orðum og þetta í fylgiskjölum, getur hver lesið sem vill og þar vettvangur. Ég vil í grunninn trúa öllu góðu upp á fólk, að það sé að reyna að gera sitt besta. En það brást eitthvað þarna og það er ekki svo bresta krosstré sem önnutré, en það gerist ekki bara það. Heldur það eru 2 bréf sem hverfa nákvæmlega frá Reykjavík þegar á að fara að kvarta á auglýsingaferli skipulagsins, tímabilinu, sem náttúrulega mjög sérstakt. Og það þýðir ekkert að koma og segja hérna og gráta hástöfum og segja þetta voru mistök. Þetta of mikið til þess að vera trúverðugt. Það bara þannig. Og ég vil bara fullyrða að ef all hin bréfin berast með þessum hætti, hversin í ósköpunum allt í einu hverfa þau eða tínast þegar auglýsingaferlið í gangi. Og ef þetta var svona stórmál fyrir Mosfellsbæ, svona risamál eins og það orðið núna sérstaklega, hversin var bara ekki settur maður í að fylgjast með þessu úr skipulaginu. Bara fylgjast með nákvæmlega fundarhöldunni á Reykjavík. Öllum þessum nefndum. Það ekkert mál, þetta allt á netinu. Ég búinn að vera að flækjast þarna í að rekja slóðina eftir Reykjavík varðandi Álfsnesi. Þetta minnsta mál. Og ef þetta svona stór mál sem þetta orðið núna, hversna var ekki það gert til þess að gæta hagsmuna Mosfellinga? Já, nú svo komið að það enginn á mælaskrá og þá lítur forseti svo á að umræðan svo lokið þessi 3 mál, það liggur fyrir fundinum. Annars það bara morðið. Jú, þarna kom nafn. Já. Anna Sigríður Guðnadóttir, þú hefur orðið, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Já, mér langar bara til þess að ítreka það að sem hefur komið fram alltaf þegar við höfum verið að taka þetta mál fyrir að við og ég styð þessa leið sem við erum að fara. Það bara mjög nauðsynlegt að það komi niðurstaða í það hvort að vinnubrögðin sem að viðhöfð hafa verið séu rétt og í samræmi við lög og reglur sem gilda í skipulagsmálum. Þannig að þó að sé auðvitað vont að standa í málaferli við nágranna sína, að þá í þessu tilfelli
þá í þessu tilfelli engin önnur leið fær heldur en að ganga þennan veg og ég vil bara ítreka það sem ég hef sagt áður og hefur komið fram að ég styð þessa þessa vinnu að fullu. Takk. Já. Þá eru kaflaskil með þessi 3 mál, það að segja enginn á mælendaskrá. Þannig að forseti lítur það svona á að umræðum Forseti, ég búin að biðja orðið bara örstutt. Já, við skulum reynda búið að biðja fundarhlé líka. Leiðu Kolbrún takk, ég ætla bara að svara þessara bókun ef hún á að standa. Já, ég mun lesa ég ætla bara, má ég tala? Já, bara, varstu búin að biðja orðið, Kolbrún? Já, ég skrifaði þarna á, nei, heyrðu, það fór bara á Anna Sigríði, afsakið. Anna Sigríði. Þú færð orðið, nei. Já. Þú færð allavega orðið, það frá bæði mér og Anna Sigríði. Gerðu svo vel. Ok, afsakið þetta. Já, ég vil bara þakka Lovísu og þeim sem hafa talað samstöðu og samvinnu og ég bara, það gleður hjarta mitt að heyra það. Því þannig náttúrulega út af við erum við sterkust að sinna okkar málum og sannarlega hefur allavega stór hluti bæjarstjórnarinnar, stærsti hlutin höfum staðið saman þegar að kemur að svona erfiðum málum og leitin mikla að tveimur skjölum mun eflaust hefjast núna sem hefur hafa einhvers staðar týnst á leiðinni. Ég vil líka benda á að sem dæmi að þá var sent frá Reykjavíkurborg risastórt mál sem varðaði Sorpu. Það var sent á netfangi sorpa@sorpa.is. Það var náttúrulega í höndum þess sem að tóka móti þeim pósti að koma því að þeim risastóru skilaboðum til framkvæmdastjóra og sem betur fyrir náðist það nú í önnum dagsins á fyrir réttan tíma. Þannig að þegar svona stór mál eru í gangi að þá nú líka svona smá kurteisi að ýta við fólki. En það var nú bara því að þetta var nú nefnt á Sorpufundi daginn og það varðaði einmitt skipulagsmál borgarinnar sem varðar Álfsnesið og fleira og Sundabraut. En við erum búin að skilmast hér í 2 tíma og kvarter þetta mál. Ég tek undir með Lovísu, við hefum ekki gert bæjarfulltrúum nokkurn einasta greiða, annað en að við höfum setið undir einhverjum ótrúlegum dylgjum og ósannindum frá fulltrúum Miðflokksins. Það eru búið að gera gríðarlegar samantektir og ég tek undir með Lovísu líka og ég sagði það á síðasta bæjarráðsfundi að ég hrósaði þeim sem að gerði það. Ég veit að Kristinn Pálsson og hans samstarfsfólk lögðust yfir þetta og lögðust í gríðarmikla vinnu og það sýnir líka einmitt hvað málið ofboðslega flókið og ég held að ef einhver Mosfellingur að hlusta þá efast ég hvort að nokkur maður skilji nokkuð í þessu því ég hef búið að þvæla svoleiðis fram og tilbaka en það ég bara trúið ekki að nokkur maður að hlusta á þetta þessi svona átaka pólitík. En ég vildi bara segja það að því að fólk hafði orð á þessu að við erum og ég legg ofur áherslu á það mitt að við stöndum saman, aðrir fara bara í að álasa fólki sem ekki á staðnum og saka það alls konar furðulega hluti eins og það að vera hotlundir eiganda malbyggunarstaðarinnar og ég segi bara eins og Ásgeir Sveinsson sagði líka bara þvílíkt malbygg að hlusta á þetta en þannig ég svona pínu vil milda skilaboð mín til þessara bæjarstjórnar og til Mosfellinga auðvitað stöndum við saman og eigum að gera það og ég held að bara núna í fundarhlé þá munum við koma fram með bókunarmóti af því við getum náttúrulega sjálfsögðu ekki boðið fólki upp á svona málflutning eins og fulltrúi Miðflokksins hefur haft hér en annað vil ég ekki segja takk. Já, það hefur verið beðið fundarhlé og við gerum fundarhlé. Þóra, getur þú sett? Já, við hefum þá fund á 9 og erum að ræða ennþá fundargerð bæjarráðs frá 15. október, mál 1, 2 og 3 saman og forseti var ekki búinn að loka mælendaskrá og núna einn bæjarfulltrúi á
mældaskráni, það bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson og ég gef þér hér með orðið. Gjörðu svo vel. Já, þakka þér forseti. Mér finnst svona mjög sérstakt í málaflutningi síðasta ræðumanns og fulltrúa Sjálfstæðisflokksins Kolbrúnar Þorsteinsdóttur að segja það að ég standi ekki með Mosfellingu. Það algjörlega rangt. En ég vil árétta það að ég með bókun ef að mér líst ekki á hina bókuna þá gæti komið gagnbókun frá mér, annað ekki. Og enginn hefur hvað sér hljóðs núna og þá umræðum málið eða málin lokið á þessum fundi. En forseti mig nú lesa bókun frá M-lista sem að bæjarfulltrúar fengu nú sendi í tölvupósti. Bókun hans sem kom hér fyrr á fundinum hefur ekki verið lesin upp en hún svohljóðandi. Fulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ sér ekki betur en fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar sem sátu í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins á síðasta kjörtímabili innan sviga 2014 til 2018, svílokast, virðist hafa brugðist bæjarbúum með því að samþykkja á þeim vettfangi og gera ekki athugasemdir á þeim vettfangi við áform þungaiðnað á Esjumölum. Það var til þess að síðar rataði svo ákvörðun í gildandi deiliskipulag á svæðinu sem heimilar meðal annars malbikunarstöð á svæðinu. Drög af þessum áformum fóru fyrir framangreinda sameiginlega nefnd sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu á fundi nr. 82 og 83. fundi þeirra nefndar. Von undirritast að þær kærur og svo málaleitan sem nú í gangi af hálfu Mosfellsbæjar nái að bæta úr þeirri alvarlegu stöðu sem virðast ætla að verða afdrifarík gagnvart íbúum Mosfellsbæjar í bráð og lengd. Í fyrstu málsgrein 22. greinar skipulagslaga númer 123/2010 snýrð ábyrgð á gerð og afgreiðslu svæðisskipulags segir, tilvitnun hefst, á svæðum þar sem sveitarfélög telja þörf á að setja fram sameiginlega stefnu byggðaþróun eða einstaka þætti landnotkunar geta hlutaðeigandi sveitarfélög gert svæðisskipulag. Skulu þá hlutaðeigandi sveitarfélög skipa svæðisskipulagsnefnd, samanber 9. grein. Tilvitnun lýkur. Vettvangurinn þessi og þar virðist sem þessir fulltrúar Mosfellsbæjar hafi brugðist eftirlitsskyldum sínum hvað þetta mál varðar. Hér lýkur bókun frá M-lista. En fyrir fundurinn liggur bókun frá bæjarfulltrúum D og VAF-lista. Sú bókun hér inn í spjallinu og forseti ætlar að lesa hana hér. Heyranda hljóði. Hún svohljóðandi. Málflutningur og bókun bæjarfulltrúa M-lista í Mosfellsbæ varðandi störf bæjarfulltrúa Mosfellsbæjar í svæðisskipulagsnefnd í mars 2018 á síðasta kjörtímabili í besta falli röng og ósmekkleg. Á fundi svæðisskipulagsnefndar var tekið fyrir verkefnalýsing vegna breytinga á aðalskipulagi Reykjavíkur iðnað og aðra landfreka starfsemi. Í verkefnalýsingu sérstaklega tekið fram að á Esjumelum sé engin mengandi starfsemi, eins og lesa má úr ofangreindri verkefnalýsingu. Gæsalapir, Esjumelar, athafnasvæði við Vesturlandsveg, fyrst og fremst iðnaður og önnur starfsemi sem ekki hefur mengandi starfsemi í för með sér, svo sem verkstæði, gagnaver og vörugeymslur. Tilvitnun lýkur. Við skorum að bæjarfulltrúa M-lista í Mosfellsbæ að standa með Mosfellingum í að verjast tilraunum Reykjavíkurborgar við að koma fyrir mengandi iðnaði á Esjumelum. Í stað þess að reyna að slá pólitískar keilur störf kjörinna fulltrúa sem eru að standa vörð hagsmuni Mosfellsbæ í þessu máli. Þannig hljóðaði bókun D og VAF-lista. Forseti. Já. Ég ætla að fá að leggja fram bókun líka. Já. Hún tilbúin bæjarfulltrúa annars? Já, hún tilbúin. Ég þarf bara að í smá vandræði með afritunum hjá mér. Það hlýtur að koma. Ef þú myndir setja hana? Ég set hana bara á spjallið, það ekki? Jú.
við. Einhverjum bara með hann. Æ, heyrðu, ég sendi óvart bara á Þóru. Já. Getur ég senda hérna alla bara, að sjá. Svona. Já, hér kemur bókun frá bæjarfulltrúa S-lista, Sigríði Gunnardóttur. Bókun svohljóðandi. Bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar vísar á bug dylgjum Miðflokksins að fulltrúi Samfylkingarinnar í svæðisskipulagsnefnd á síðasta kjörtímabili hafi unnið gegn hagsmunum Mosfellsbæjar í sínum störfum. Engin áform þunga iðnað á Esjumelum komu inn á fund nefndarinnar á því kjörtímabili til afgreiðslu. Þetta var bókun frá S-lista. Umræðum og afgreiðslu þessi 3 mál lokið á þessum fundi. Þannig að við höldum áfram með fundargerð bæjarráðs. Það voru reyndar 6 mál á dagskrá. Forseti, ég var búin að tilkynna að ég var með gaggbókun. Þú ert með gaggbókun, já. Þú sagðist kannski ætla að koma með gaggbókun og er hún tilbúin bæjarfulltrúi Sveinn Óskar? Eða viltu taka fundarhlé? Það er tvennt í boði. Hún hefur borist væntanlega öllum bæjarfulltrúum. Já, ég ætla bara að setja inn á spjallið, beint inn á spjallið. Ég sendi það á tölvupósti á alla. Já, forseti að tala það að ef mögulegt að setja þetta beint inn á spjallið. Það er svona umhverfi sem við erum að horfa á og ef það er ekki á löng eins og gerist á fyrrafundunum, þannig að ég ætla að biðja þig bæjarfulltrúi að setja gaggbókununa inn á spjallið. Já, reyndar fundarritari búin að setja hana hér inn og þarna getið þið séð hana, þessa bókun frá M-lista. Já, og forseti ætlar að lesa þessa bókun eins og hún kemur hér fyrir á skjánum. Það er sem sagt bókun frá bæjarfulltrúa M-lista, Sveini Óskari. Hún er svohljóðandi. Hér er að ræða bókun rökþrotta bæjarfulltrúa meirihlutans í Mosfellsbæ, fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs. Hvers vegna var ferli málsins ekki hreinlega vaktað hjá Reykjavíkurborg og fylgst þar með fundum og fundargerðum. Það var ekki gert. 2 erindi frá Reykjavíkurborg til Mosfellsbæjar, annað dagsett 28. mars 2019 og hitt 29. mars 2019 voru ekki tekin fyrir í skipulagsnefnd Mosfellsbæjar. Erindin tengd þessu máli bárust Mosfellsbæ í miðju auglýsingaferli Reykjavíkurborgar í deiliskipulaginu innan gæsalappa Esjumelar /Varmidalur stóð frá 27. mars til og með 8. maí 2019. Þar hefði gefist kjörið tækifæri til að fylgja málinu eftir og senda inn athugasemdir við auglýsta tillögu Reykjavíkurborgar fyrir Esjumela. Fulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ styður framsettar kærur af hálfu Mosfellsbæjar og styður Mosfellinga en ekki þá sinna ekki hagsmunum þeirra svo vel sé. Þetta var bókun frá M-lista. Þá lítur forseti svo á að þessi 3 mál séu afgreidd á þessum fundi. Og við höldum áfram með þessa fundargerð og ég gef orðalaust hin málin 3, 4, 5 og 6 og bið ykkur að setja þá, ef þið kjósið að taka til máls, að setja það inn hér á spjallið. Nú, það kemur hér ekkert nafn upp á skjáinn. Þá er umræðan lokið þessa fundargerð í heild sinni og við göngum sem það til atkvæða fundargerðina í heild sinni eins og einstök mál bera með sér og við greiðum bara atkvæði með handauppréttingu. Forseti. Já. Ég var búinn að biðja orðið. Já, ég bið ykkur að vera svolítið fljótir af því að að biðja orðið eitthvert annað mál. Já, það má heldur ekki verða hratt heldur maður þarf að svissa á milli skjáa. Já, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Takk fyrir forseti. Ég ætla að fjalla mál nr. 1.5 hjúkrunarheimili Mosfellsbæ stækkun Hamra.
Ég ætla nú bara að fá smá yfirlit yfir hvernig staðan á þessu og hvort að það þetta mjög mikilvægt mál fyrir sveitarfélagið og fyrir þróunina í þessu og það verkkaupasamningur og annað slíkt og svo það þessi stækkun 44 hjúkrunarrýmum og svo líka önnur mál sem tengja svo rekstrinum, bara fá smá rapport frá bæjarstjóra og heildarstöðuna. Já, það beint spurningu til bæjarstjóra Haraldar Sverrissonar, þannig að ég vil þá bara gefa honum orðið til þess að svara þessu spurningu frá bæjarfulltrúanum Sveini Óskari. Gjörðu svo vel. Já, það voru reyndar ekkert mjög skýrar en ég skal fara yfir hvað þetta mál snýst um. Það snýst um það að það búið að setja af stað vinnu við að stækka hjúkrunarheimilið Hamra 44 rými og þessu fundi bæjarráðs var verið að fela eða samþykkja að fela bæjarstjóra að undirrita samning við framkvæmdasýslu ríkisins að unnin sé frumathugun á því verkefni, þar sé að stækka hjúkrunarheimilið Hamra þessi 44 rými og þegar þessari frumathugun lokið þá hefst þá eiginlega hönnunarvinna og það stefnt að því að hjúkrunarheimili stækkari mynd verði tekið í notkun þessi nýju 44 rými innan 3 ára. Síðan kom einhver spurning rekstur, ég veit nú reyndar ekki alveg hvað bæjarfulltrúinn á við það en svona til upprifjunar fyrir hann þá og þá bæjarráð og bæjarstjórn búin að afgreiða samkomulag rekstur hjúkrunarheimilis Hamra til næstu ára þar sem lagt var fram fé af hálfu ríkisins til þess að koma til móts við fjárþörf hjúkrunarheimilisins og þar með lauk þeirri meðgjöf sem að Mosfellsbær hafði verið að greiða með því undanfarin misseri en framtíðarlausnin á rekstri Hamra felst náttúrulega sjálfsögðu því eins og margoft hefur komið fram það að stækka hjúkrunarheimilið og þegar að það orðið 74 rými eins og verður þegar að bætast við þessi 30 sem fyrir eru þessi 44 og þá segja sérfræðingar að það sé komin ágætis rekstrargrundvöllur fyrir það hjúkrunarheimili. Þannig að bæði á verið að treysta rekstrargrundvöll hjúkrunarheimilisins með stækkun þess en náttúrulega aðal ástæðan sú að fjölga hjúkrunarrýmum hér á Mosfellsbæ og höfuðborgarsvæðinu því að ekki vanþörf á. Já. Það enginn búinn að biðja orðið núna. Jú, vendar ég. Þeir ekki Sveinn Óskar, já, þú kemur aftur orðið, já. Ég held að slegja bara over 2 sinnum en þú biðjað orðið. Já, þakka fyrir þetta bæjarstjóri. Þetta var áhugavert að fá stöðutökuna á þessu máli. Það sem ég var, ætlaði að fylgja eftir með síðari hluta, þó að bæjarstjóri hafi ekki átt að segja á kannski spurningunni upphafi þá náði hann að svara henni, það bara mjög gott. En þá það verður gert ráð fyrir, hefur það verið rætt að gera ráð fyrir að hluti hússins verði þannig hannaður að hægt sé að koma fyrir yngri svona aðilum, það NPA eða öðru slíkum aðilum sem eru þarna inni núna á þessu fatla og yngri einstaklingar undir þá þessum aldursbili. Þannig að þetta hefur rætt áður og hefur mikið rætt hérna í bænum. Þá bara spurningin þú ert að tala 44 ný rými, verður þetta allt fyrir hjúkrun aldraða eða mun eitthvað vera tekið til fyrir þá sem eru mjög fatlaðir? Já, Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri, það einn spurning aftur til þín, gjörðu svo vel.
Já, líka eins og svo sem áður hefur komið fram að Mosfellsbær hefur stungið upp á því og lagt á það áherslu að ein deild af þessu hjúkrunarheimili einmitt verði fyrir þennan aldurshóp með sem þarf að sinna með þeim hætti sem bæjarfulltrúi nefndi. Það hefur enn ekki verið tekin inn afstaða til þessa hálfu ríkisins eða ráðuneytisins sem svo sem ákveður það en ekki við. Nú, forseti lítur svo á umræðum þetta mál sér lokið, 1-5, orðinu laust þarna, 2 mál sem við ekki rætt, vil gefa orðið laust ef að bæjarfulltrúar kjósa að taka til máls. Já. Eða setja hérna, já, orðið inn á spjallið og það komið hérna bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, þú beðið orðið já, það annarkvort mönnun og starfsemi eða félagsestúr. Já, það mönnun og starfsemi sveitarfélags og neyðarstigi, sko. Gjörðu svo vel. Þetta nú kannski bara beiðni til bæjarstjóra aðeins að upplýsa hvað þetta þýðir. Þetta einhvers konar, þegar þetta neyðarstig á sér stað, kveiknar á þessu ferli. Þetta hluti af einhverju ákvörðun að til dæmis að við séum komin að eitthvað erfitt stig í þessu COVID-máli og þá þarf að leggja þetta inn eða þetta til frambúðar, bara svona tæknileg spurning hvers vegna þetta þarna inni og hérna og hvernig kemur þetta til sem dagskrárliður? Gjörðu svo vel, Haldur, að svara þessari spurningu. Já, þannig málum háttað að þegar að neyðarstigi almannavarna lýst yfir sem að var gert núna fyrir einhverjum vikum síðan að þá virkjast ákvæði starfsmannalögum í lögum það að sem heimilar að færa fólk milli starfa ef að svo ber undir og það getur verið mjög aktúalt í ástandi sem þessum þar að segja að ef að til dæmis þetta mjög nauðsynlegt á heilbrigðissviðinu og að geta fært þar fólk til að sinna störfum á hinum þessum deildum, jafnvel hinum þessum stofnunum og þetta getur líka verið nauðsynlegt fyrir sveitarfélög og þegar að fólk hverfur frá störfum vegna veikinda, vegna veirunar í þessu tilfelli að þá þurfum að manna störfum með öðrum hætti. Og þetta sem sagt, þá virkast þessi heimild og það bara bæjarráðir að taka, hún þetta lögð fyrir bæjarráð, þessi heimild sé virkjuð og að þannig það sé öllum ljóst og þá til stuðnings við þá framkvæmdastjóra og forstöðumenn stofnana að þetta sé með þessum hætti að því að það neyðarstig almannavarna. En leið og það neyðarstig fer tilbaka niður á hættustig að þá ekki þessi heimild lengur til staðar. Hún aðeins virka á þegar neyðarstig almannavarna og okkur þótti ástæða til að hér embættismönnum að setja upplýsa bæjarráð þetta og líka að setja hana síðan á hér til upplýsingar og senda hana til forstöðumanna stofnana og þetta notað nú þegar, það til dæmis starfsmenn bókasafnsins að vinna í þjónustuveru Mosfellsbæjar þessa dagana til að mynda. Já, forseti lítur svo umræðum þetta sér lokið, 7. mál. Ég ætla aðeins bara, takk fyrir forseti ef ég var búin að senda inn. Já, þú, gjör svo vel. Þetta er bara örstutt, ég ætla bara að þakka fyrir þessa yfirferð, þetta var svona nokkurn veginn þannig að grunaði en bara svona örstutt í lokin þannig að ef að neyðarstigið dettur út þá dettur þessi ákveð sjálfkrafa út, ekki rétt? Bæjarstjóri, geturðu? Jó, eins og kemur þetta fram í sem að lögmaður hefur sett hérna inn á tjatið, þetta ákvæði lögum almannavarnir, ákvæði virkjast á neyðarstígi. Þannig að þegar neyðarstígin aflétt þá þetta ákvæði ekki lengur til staðar. Eða heimildin öllu heldur fyrir ekki. Já, þá lít ég svo á að
Umræðum þetta mál sé lokið. Eru bæjarfulltrúar tilbúnir í atkvæðagreiðslu þessa fundargerð? Á fyrstu á þessu kvöldi. Þá ætla ég að biðja bæjarfulltrúa sem staðfesta þessa fundargerð, bæjarráðs, 15. október, númer 1461, að rétta upp hönd. Við greiðum þetta bara þannig og ritari mun setja úrslitin hér inn á spjallið. Nýjustu tölur, það er 9-0. Þá förum við hafleiðið en vika og að venju á milli bæjarráðsfunda. Það var komið 22. október. Það var fundur númer 1462. Þar voru 6 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs eitthvert mál þar. Þá er umræðan lokið þessa fundargerð. Tók skemmri tíma heldur en fyrir fundargerðin, en við höfum eftir að greiða atkvæði ágætu bæjarfulltrúar og við greiðum þessi staðfesta þessa fundargerð, númer 1462, mennir rétt upp hönd. Og úrslitin eru 9-0. Það er að segja samþykkt með öllum atkvæðum. Þá er komið að nefndum, fundargerðum einstaka nefnda. Þær voru 5 að þessu sinni. Við byrjum á fjölskyldunefndinni sem hélt fund, allt er þetta fjarfundir, fund 20. október síðastliðinn og þar voru 4 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust þar. 4 mál hjá fjölskyldunefnd, númer 298. Það kveður svo engin hljóðs hérna á spjallinu og það kom hér Sveinn Óskar Sigurðsson, bæjarfulltrúi. Sveinn Óskar, þú er beðmálið, gjörðu svo vel. Já, það eru dagskrárliðir sem að er bara engin niðurstaða. Ég er ekki átt að mig alveg á þessu afgreiðslunni í hverju lið þarna. Það er til dæmis... Þetta eru nefnt þessa... Já, það er í fjölskyldunefndinni að bara náðast hvergi sagt samþykkt eða ekki samþykkt. Já, það er reyndar alveg rétt ábending. Og ég held að þessi fundargerð sé bara verði að fá einhverja lausn í þetta. En annað var það nú ekki. Ég legg þetta í hönd forseta að meta þetta. Já, mér langar að mynda að biðja þeim bæjarfulltrúa sem var að biðja orðið. Við erum að taka til máls. Það er Rúnar Bragi Guðlaugsson, formaður fjölskyldunefndar, sem við biðjum orðið og gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Já, takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Þetta eru þau mál sem að Sveinn Óskar er vantarlega að vitna til hér. Það eru eins og til dæmis bara ef við tökum hér fyrir mál nummer 32, þar stendur lykiltölur fjölskyldusviðs janúar til september 2020 lagðar fyrir. Þannig að þetta eru lagt fram. Öll þessi mál þar fyrir neðan eru lögð fram. Þannig að þau koma þar fyrir og lögð fram. Síðan til dæmis í mál nummer 33, þar er skýrsla vegna móttöku kvótaflóttafólks og hún er kynnt. Þannig að það eru nú ekki sérstakar atkvæðagreiðslur þessi mál, heldur þetta allt saman kynnt fyrir nefndinni. Ef forseti má aðeins grípa þetta hérna, þetta er eiginlega þannig að niðurstöðurnar koma fram í undirtitli fundarboðsins, ef við orðum það þannig. Eins og formaðurinn Rúnar Bragi er að benda á. Það er lagt fram og það er aftur lagðað fram og svo lögð fram. Og það er kannski ástæðan fyrir því að það er engin liður sem heitir niðurstaða. En það er nú fleiri beðið orði núna þetta mál, almennt þessa fundargerð. Ég lít svoleiðis á vegna þess að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar talaði það. Það er Stefán Ómar næstur á mælendaskrá, gjörðu svo vel. Stefán Ómar bæjarfulltrúi.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þetta. Ég er bara stuffalega gott. Ég legg til að við festum þessari fundargerð og hún verði fullkláruð eins og reglurnar gera ráð fyrir. Þá á að skrá niðurstöðu við hvert einasta atriði. Ég legg til að það verði bara gert og svo kemur fundargerðin bara aftur fyrir. Takk. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir, þú beðið orðið. Já, takk, já, ég afsakið hundinn, já, ég ætla bara að segja, ég var að reyna að telja hversu oft ég hef komið í pontu og rætt ófullkomnar fundargerðir úr nefndum Mosfellsbæjar. Ég ætla að taka undir með Stefán og Ómari, það á að ganga frá fundargerðin, það á að koma fram niðurstaða, ef niðurstaðan er að það sé bara lagt fram og kynnt og nefndin sér enga ástæðu til þess að bóka neitt hvorki lykiltölunni annað, þá er það nefndarinnar, en niðurstöðuna vantar. Og þannig að þegar að fólk les þessa fundargerð, þá er það engu nær það hver niðurstaðan er, þó að við kannski áttum okkur á því og hlutirnir eru bara lagðir fram. En þá er það kannski ekki alveg bara fyrir okkur sem að þessar fundargerðir eru birtar. En ég tek undir með Stefán og Ómari. Rúnar Bragi. Þú varst búinn að biðja orðið. Já, forseti, ég er ekki sammála, það stendur það sem þetta sé lagt fyrir, minna þótt að standi ekki í niðurstöðu, ég er ekkert endilega sammála því að það þurfa að fara með fundargerðina tilbaka til að klára hana, ég er ekkert endilega sammála því. En mér langar að ræða kannski aðeins mál númer 3.1 ef að... Já, sko, forseti ætlar að gera fundarhlé núna. Og við höldum áfram. Formaður, er það ekki sendið tilbaka vegna forgalla? Hefjum hér funda nýju og forseti gerir fundarlega til að ræða hér ákveðin mál. Það var svona ákveðin galli á fundargerðinni sem var hér til umfjöllunar. Og það hefur komið fram tillaga það að þessi fundargerð verði send tilbaka til fjölskyldunefndar þar sem hún verði afgreidd með formulegri hætti heldur en er á þessu fundi. Þeir sem eru fylgjandi því að fundargerð fjölskyldunefndar nr. 298 verði send tilbaka til nefndarinnar bænir að rétta upp hönd. Já. Við bíðum eftir úrslitunum. Annars þú greitir atkvæðið ekki? Jú. 9-0. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og þá förum við í næstu nefnd sem fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Hún hélt fund 21. október síðastliðinn. Það var fundur nummer 382. Þar var reyndar bara eitt mál á dagskrá en stórt og mikið, leikskólar, október 2020. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Mér langar bara til að ræða þetta stuttlega eða segja frá stuttlega þessum kynningum sem við fengum frá öllum leikskólum í Mosfellsbæ stöðuna varðandi COVID og hvernig þið gengur á leikskólanum okkar og mér fannst mjög mikilvægt að við fengjum upplýsingar, við erum búin að fá ítarlegar upplýsingar frá grunnskólanum, frá skólastjórum og skólafólkinu þar og núna fengum við mjög ítarlegar og góðar upplýsingar frá leikskólanum og það bara skemmst frá því að segja að hjá okkar fólk sem stendur í brúnni í leikskólamárum eru algjörlega, ég bara vil segja, framúrskarandi. Þetta er allt konur sem standa þarna, eru leikskólastjórar og þessar kynningar voru þannig að það bara farið mjög einlæglega og vel yfir stöðuna og varðandi það bara hvað náttúrulega leikskólarnir finna eða eru náttúrulega í miklum samskiptum við fjölskyldurnar, við foreldrana og ef eitthvað bjátar á að þá náttúrulega er það eitthvað sem að leikskólinn þarf að vita og það nefndi það nokkru skólastjórar að þær fyndi það að það róðurinn væri farin að þyngjast, áhyggjur heimilanna orðnar meiri og þær fyndi mjög áþreifanlega fyrir þessu.
Og þær svöruðu því líka til að þegar það voru spurðar það hvort að hvernig svona stuðningi væri háttað og þær töluðu bara bara að veri mjög góð samskipti og bara gagnkvæm virðing og vinátta í þessum stóra og erfiðu málum sem að þjóðfélagið að fara gegnum og ég held að sé örugglega fáir sem að og náttúrulega má segja að leikskólakennarar og leikskólastjórar eru náttúrulega framlínu fólk og það náttúrulega skiptir máli að vera í góðum samskiptum við foreldra og mér fannst það bara svo gott að heyra það hvernig staðið að málum, hvernig tekið utan börnin og hvað væntum þykjan að virðingin mikil og þær nefndu það líka þegar ég spurði þær að því hvort að því það sá sem stendur í stafni, hann þarf líka stuðning við það sem er að gerast í daglega starfinu og mér langar bara að taka og segja frá því að þær töluðu það að þær fengju góðan stuðning frá fræðslusviðinu og nefndu sérstaklega náttúrulega Lindu fræðslustjóra og Gunnhildi Sæmundsdóttur sem er leikskólafulltrúi og það sýnir bara í okkar litla en þó náttúrulega sístækkandi sveitarfélagi að þá tekst okkur að halda í nándina og góð samskipti og stuttu boðleiðirnar sem skipta máli og það er náttúrulega alls konar áskoranir sem að leikskólinn stendur frammi fyrir núna varðandi kjarasamningamál og alls konar breytingar sem eiga sér stað sem er verið að kafa ofan í. Þannig að mér bara hlýnaði og mér fannst það gott að heyra það hvað þær eru að vinna frábært verk og hvað vel haldið börnin okkar í Mosfellsbæ og ég hef á þessum árum sem ég tók við sem formaður fræðslunefndar þá hef ég bara varla setja einlægan og góðan fund eins og með leikskólastjórum Mosfellsbæjar, eða í Mosfellsbæ. Það er bara það sem ég vildi segja. En þeir hafði eflaust einhverjar spurningar til mín þessa fundagerð. Já, það einn bæjarfulltrúi kominn á mælendaskránna. Það er bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, og þakka þér fyrir síðasti ræðumaður. Þetta var áhugaverð yfirferð og ég er búinn að vera að lesa þetta. Nú, varðandi öryggishringinn sem þarna inn á glærunum, þá vil ég aðeins spyrja út í skráningu á atvikum inn í skólanum. Ef það verður smá rispa hér og slasast ykkur og svona kannski eins og gerð og gengur í starfinu. Hvernig er þetta skráð hjá skólanum? Kannski jafnvel einhverju tilvikum eitthvað alvarlegra og svo framvegis. Ég bara spyr út frá þessum öryggishring og stefnunni, hvernig eru atvik af þessum toga innan leikskóla samfélagsins skráðar? Má ég svara? Já, jú. Gott að setja líka inn bara nafnið, en það var nú beint spurningu til þín líka, Kolbrún, bara beint, þannig að... Já. Öryggishringurinn er sér verkefni sem kemur frá leikskólanum í Leirvogstungu. Það er bara sér verkefni sem verið að kynna í fleiri leikskólum og ég get ekki algjörlega útskýrt nákvæmlega hvað öryggishringurinn en ég hef fengið kynningu á því, ég treysti mér nú ekki fyrir til að fara mjög djúpt ofan í það. En ég held að það komi nú ekki við skráningu á slysum og það sé eitthvað sem er algjörlega samræmt í leikskólanum og hér er einmitt öryggishringinn, örugg hönd, þetta er algjörlega komið frá Leirvogstungunni og varðar þetta er sérkennslustjóra Leirvogstunguskóla en hvað varðar skráning og slysum að þá held ég að það sé bara algjörlega samræmt kerfi innan allra leikskóla hvernig það er gert og hvernig tilkynningarnar eru varðandi það. Ég get ekki sagt þér nákvæmlega hvernig það fer fram en ég held að það sé algjörlega það hljóta að vera eitthvað mjög gott kerfi á því að það geta náttúrulega orðið óheppi í leikskólum og þá fara bara stað ákveðnir ferlar hvað það varðar. Svara spurningunni. Við höldum áfram með mælendaskránna. Lovísa Jónsdóttir, þú ert næst. Gjörðu svo vel, Lovísa, bæjarfulltrúi. Takk fyrir. Já,
það frábært að fá þessa kynningu og ég heyrði það frá okkar fulltrúa í fræðslunefnd að þetta hefur verið mjög góður og gagnlegur fundur. En hún nefndi það einmitt sama og bæjarfulltrúi Kolbrún kom inn á að leikskólastjórarnir eru að finna merki þess að það fara að taka smá í þetta ástand og mér langaði til þess að spyrjast fyrir það, sko, hvað verður gert áfram með þessar, hvað maður segja, svona fyrstu aðvarnir sem við erum að fá. Vegna þess að við vitum það að fæstar tilkynningar ef það fer og svo alvarlegt stig að vera barnaverndarmál, þá því miður af ýmsum ástæðum mjög lítið af tilkynningu sem berast frá leikskólum og við viljum náttúrulega helst ekki þurfa að fara þangað. Það frábært ef við getur fjölskyldusvið og fræðslusvið farið líka með forvirkt starf inn á þetta skólastig og nú er með fyrsta rauða flaggi komið upp frá manneskjunum sem að standa vaktina. Þannig að einhver umræða, eitthvað plan með að vera til staðar til þess að styðja leikskólan okkar, til þess að styðja við börnin. Það var mín spurning, takk. Já, þetta var spurning beint til Kolbrúnar. Það er rétt að þú komið þá inn til að svara, Kolbrún, og svo fær bæjarfulltrúi Sveinn Óskar orðið. Já, sko ég get nú ekki sagt að það sé komin upp rauð flögg. En það er alveg rétt hjá þér að það hafi ekki borist margar tilkynningar til barnaverndar frá leikskólanum. Þrátt fyrir það að leikskólakennarar og starfsfólk leikskólana hafi fengið mjög ítarlega fræðslu eða góða fræðslu frá fjölskyldusviðinu. Sko, ég held bara eins og áður að ef að barn er í vanrækt barn er náttúrulega tilkynnt og ef ekki fæst í samstarfi foreldra og uppkomið verulegar áhyggjur að þá er náttúrulega haft samband við og það var einmitt tekið fram að það væri sko stoðþjónustan sem að væri svona tengiliðurinn og það var talað mikilvægi stoðþjónustunar í dag einmitt. En ég held að sko börn sem eru það sem atvinnuleysi og þungur róður á heimilum þar er fólk er að berjast og er að halda vel utan um börnin sín en ef upp kemur til dæmis vanræksla eða ofbeldi eða neysla af einhverju tagi að þá verðum við að treysta því að það sé tilkynnt en það er svona kannski þau gleraugu sem eru kannski uppi núna á öllu starfsfólki, það er einmitt þetta almenna utanumhald utan um börnin, að það mæti leikskólan, að því að akkurat í dag eru skólarnir og það er ástæðan fyrir því að skólanum haldið opið, að skólarnir eru svo mikið skjól. Ef til dæmis það tekið eftir því að það barni mætir ekki eða það er komin einhver óregla á heimilið, að þá eru leikskólakennarar og leikskólastjórar vakandi yfir því. Þannig að það er örugglega, þetta er mál málanna, það er að halda utan um börnin nú á þessum COVID-tímum. En ég held að það er svo sem ekki komið upp, ég get kannað kannski spurt betur út í það, hvort það sé eitthvað sérstakt sem að verið að skoða og hvort ferli sem búið að setja upp, ég get bara sendt póstum og fengið svar við því, hvort það sé eitthvað svona ákveði sem að búið að setja í gang varðandi það að bregðast við ef að upp kemur einhver svona stór vandi hjá börnum, en þá það náttúrulega líka fjölskyldusviði sem á að kannski að grípa svolítið inn í það. Þannig að ég get ekki svarað í beint hvort það sé eitthvað svona ákveðið ferli sem nema þetta var þessi almenna stoðþjónusta, þetta almenna net sem við höfum í bænum til að halda utan þessu börn, þetta kerfi sem við höfum núna eins og tilkynningar og annað, en auðvitað er best að eiga þetta samtal og samstarfi foreldrana ef upp kemur vandi að foreldrið leiðbeina foreldrum hvar hægt að leita sér aðstóðar. Ég held að það sé nú svona stóra máli. Ég get ekki sagt að ég get bara ekki svarað því hvort það séu einhverjir ferlar í gangi sérstakir út af COVID og börnin. Mér segi svo hugur að svo sé ekki en ég get kannað það. Já, það eru 2 bæjarfulltrúar á mælendaskrá. Sveinn Óskar, þú ert næstur, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Sko, ég vil árétta
að ég fekk símtal frá einni ömmunni og ég tilkynnti það að ég get ekki fjallað einstak mál, en það ekkert launungarmál að þetta sneri á skólalóð og annars slíkt svona hruflingar og smá slíð einhver sem ég kann ekki svo sem deili á. Ég vil bara kanna með aðgang foreldra að þessum gögnum ef skráð og þetta ferli, Kolbrún, sem þú nefndir, hvernig það væri, og ég mun væntanlega óska kannski eftir því með einhverjum hætti eða kannski ræða við minn mann í nefndinni að nefndin fá einhverja kynningu á slíku ferli, sem sé, það ef að verður eitthvað býtur einhvern eða einhver slasast á skólalóð og svona, hvernig það skráð. Og í þetta tilvik að þannig að reyndar að það maður getur ímyndað sér sé eitthvað fleiri svona, þessi álag á skólunum og ég bara spyr með skráningarnar hvort það sé þá hægt að láta taka þetta saman eitthvað þetta. Ég mun þá væntanlega senda inn erindi ef að verður ekki einhver sjálfstæð vinna í því gerð, vegna þess að mig langar að sjá þetta, hvernig þessu háttað og hvernig skráningar eru á atvikum innan skólans á skólatíma. Og þetta svona út af þessu umræðu öryggi, að skólinn sé þetta öryggisstaður til þess að fara á og svo framvegis. Og þetta svona mál sem að bar að og ég árétta það við viðkomandi að þetta yrði á almenns eðlis og engin sérstakur undir þar, heldur að það sé tekið bara á þessum skráningum og möguleika á einhverju ferli sem eða á til staða eins og formaður fræðslunefndar nefndi, að það sé þá því fyllt og funda með foreldrum og svo framvegis að þetta sé raunverulega í gangi og gott að vita eitthvað hvernig þessu hagað og hvort þessi haldi við þessu ferli. Já, ég veit ekki hvort þetta hafi verið spurning til formanns fræðslunefndarinnar, en ég ætla að gefa Rúnari Braga orðið, hann var búinn að biðja það. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Já, fyrstu, takk fyrir það. Ég bara fulltrúi, ég bara því að Lófísa var að spyrja áðan varðandi þessi mál, varðandi barnaverndarmálin sem slík og hvort það væri ferli í gangi eða ég skildi hana vel. Mér langaði bara bæta inn og ég bara sammála því og sem að Kolbrún sagði formaður fjölskyldunefndar fræðslunefndar að varðandi þessi mál þá sérstaklega leikskólastjórar og leikskólarnir, þeir eru bara í mjög góðu samstarfi við fjölskyldusvið. Þannig að mér langaði bara að ítreka það að það hvort sem það COVID eða ekki, þá bara mjög gott samstarf þar á milli. Þannig að það þarf, held ég í Mósbæ, við þurfum ekki af neinar áhyggjur af því að ef eitthvað svoleiðis hugsanlega að koma fram og þá eru leikskólarnir duglegir að tilkynna það. Já, Kolbrún, þú baðst orðið, þú næst, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi, Kolbrún Þorsteinsdóttir. Já, takk forseti. Já, mér finnst þetta bara mjög góð spurning hjá bæjarfulltrúa Lófísu. Það einmitt svona sem við eigum að hugsa og við eigum bara við erum að fara í gegnum miklar hremmingar og ég held að sé bara minnsta málið fyrir mig að fara að bera þessa spurningu upp á sviðinu og ég bara fagna því og við eigum akkurat að vera með varan á okkur, þar að segja að við eigum bara að vera vakandi yfir þessum málum og þetta eru ungar fjölskyldur, þetta er ungt fjölskyldufólk og sem jafnvel að kaupa sér nýtt húsnæði í bænum og það eru alls konar skuldbindingar og jafnvel erfiðleikar að fólk missir vinnu og annað og maður bara mann hvernig þetta var allt saman árum áður, þannig að ég get svona ímyndað mér hvernig ungt fólk með börn á leikskóla í sínum verkefnum, þetta er bara töluvert en finnst það bara mjög gott og ég bara sjálf forvitin það hvort að það séu einmitt einhverjir ferlar en varðandi slysa skráninguna
þá veit ég að það náttúrulega, sko, og það eru náttúrulega, ef að verður slys á leikvelli, þá strax hringt í foreldri og það strax farið með barn, ef barn í hættu, þá náttúrulega brugðist strax við því að fara með það á heilsugæslu eða í sjúkramóttöku. En varðandi skráningarnar, að þá virðist vera, veit ég ekki hvernig, það er misjafnt milli sveitarfélaga hvernig það og ég veit allavega mörg tryggingafélög og mér getum kannski að bæjarstjóri geti svarað því að tryggingafélögin sem að koma halda utan þessar atvikaskráningar hjá sveitarfélögum talningu atvika á skólalóðum og það er bara töluvert og bara gott að vita það einmitt hvernig þessi ferlar eru hérna í okkur. Þannig ég skal algjörlega fara með þessa spurningu inn líka og fá þá hreint hvernig það en svona bara eigin reynslu að þá, og það tekki við þetta öll að hvernig brugðist við í þeirra svona atvika á sér stað en að þá náttúrulega að byrja því að hringi foreldra og bara fara með barnið á heilsugæslu en hvernig skráningin nákvæmlega skal ég bara líka fá hreint ef það í lagi. Já, það nú engin beðið orðið þannig að forseti lítur svo á að mældaskráin sé tæmd þetta eina mál og þessum ágæta fundi þannig að við göngum þá til atkvæði þessi staðfesta þessa fundargerð. Eru bænir rétt upp hönd og úrslitin eru það var nú 9-0. 9-0. Það er eins að tala hér í kvöld. Það er tölur. Þá förum við í næstu nefnd. Það er lýðræðis- og mannréttindanefnd. Það er fundur númer 13. Og hún hélt fund 20. október síðastliðinn. Í nýju nefnd, þess vegna er talað svo fundarfjöldin svona lár. Það er talað það. Það er 3 mál á dagskrá. Það hefur engin beðið orðið en þá lítur forseti svo á umræðin svo lokið þessa fundargerð og við göngum. Já, ég er bara svo lengi fyrirgefið forseti, ég er bara svo lengi að ég ætlaði að biðja orðið þarna. Já. Fæ ég það? Já, þú fær það. Annars Sigríður Gunnardóttir bæjarfulltrúi hefur orðið fundargerð lýðræðis- og mannréttindanefndar. Já, mér langaði bara aðeins að ræða þarna fyrsta liðin lýðræðisstefnuna og þarna er verið að vinna semst að drög að nýrri framkvæmdaáætlun sem er náttúrulega bara mjög ánægilegt og það eina sem ég sakna, sko, þarna er náttúrulega samviskusamlega skráð niðurstaða fundarins og þarna er nefndin að vinna sem sagt með að samþætta heimsmarkmiðin við markmið í lýðræðisstefnunni og það er bara öldungis frábært en það kemur fram að nefndin var að vinna við að tengja 7 markmið við lýðræðisstefnuna og fór svo starfsmönnunefndarinnar að vinna nánar að myndrænni framsetningu og svona, þetta er bara mjög metnaðarfullt og vel skráð niðurstaða. En ég saknaði dálítið að hafa ekki þarna, allavega gat ég ekki séð út af þeim gögnum sem fylgdu sko, hvaða 7 markmið það voru. En það er bara svona smá ábending, mér finnst bara mjög, ég vildi bara nefna að ég er ánægð mína með að það virðist vera góður gangur í þessari vinnu og ég vildi bara vekja athygli á því og þakka fyrir það. Takk. Já. Fleiri hafa ekki hvassi hljóðs þessa fundargerð. Og þá gengum við til atkvæði. Þessi staðfesta fundargerð lýðræðis- og mannréttindanefndar á 20. október, hún var númer 13 ára bænir rétt upp hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá var það íþrótta- og tómstundanefnd. Þar var haldinn fundur 22. október síðastliðinn. Það var númer 239. Þar voru 6 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar. Það kveður sig engin hljóðs Anna Sigríður Guðnadóttir, bæjarfulltrúi. Beðum orðið, gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, takk. Ég biðst aftur afsökunar. Ég er bara ekki nógu snögg að skipta milli glugga hjá mér. Ég bara velta fyrir mér, þarna eru alls konar áhugaverðar skýrslur nýtingu frístundaávísana og svo starfsskýrsla félagsmiðstöð og svona. Ég er að velta bara fyrir mér eins og með starfsskýrslu félagsmiðstöða, sko
sko hvort að það sé ekki hvort það sé ekki tilvalið að senda hana til ungmennaráðsins til kynningar og þau geti þá melt með sér hvað þarna kemur fram. Þetta bara svona hugdetta sem ég fékk. Já, ég ætla ekki að segja meira það. Takk. Einhver sem vill taka til máls þetta mál og þessa hugmynd Önnu Sigríðar? Bæjarstjóri tjáir sér hér á spjallinum sé sammála því, einhver sem vill taka til máls það eða þetta mál, þá kannski rétt að við höfum þetta formlegt og þeir sem staðfesta það að þessi starfsskýrsla félagsmiðstöðva 2019-2020 verði send til ungmennaráðs Mosfellsbæjar og Bennaréttarpönd. Það staðfest með 9 atkvæðum, verður þá gert. Forseti gefur þá orðið laust þarna önnur mál. Ef fólk vill ræða eitthvað þar, íþrótta- og tómstundunefnd númer 239. Svo virðist ekki vera og þá göngum við til atkvæða ágætu bæjarfulltrúar þessi staðfesta þessa fundargerð. Það Bennaréttarpönd og sem var staðfest með 9 atkvæðum gegn engum. Þá komið að 5. og síðustu fundargerð nefndar að þessu sinni. Það skipulagsnefnd Mosfellsbæjar sem hélt fund númer 525 23. október síðastliðinn. Þar voru 10 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, takk fyrir. Ég nú að það bættist þarna skjal við í gær bara. Já, rétt að benda það var á máli númer 7. Fyrir ekki að það alveg rétt að það fór inn í dag og kom að setja það inn í dag. Komandi eiganda. Ég var nú bara að velta fyrir mér sko hvað viðkomandi sko, það náttúrulega skýrt með nýtingarhlutfallið. Nú hefur þessi nýtingarhlutfall verið að breyta svona en þetta er þetta hlutfall. Ég spyrja bara formann skipulagsnefndar sko, hversu mikið víkur þetta frá þessum mörkum 0,3? Já, það beint, spurningu beint til þín, Ásgeir bæjarfulltrúi og formann skipulagsnefndar, þannig ég vil gefa þér orðið til að svara þessari spurningu. Já, ef ég man rétt að þá var þetta erindi sem var lagt fram þarna var upp á nýtingarhlutfall 0,35 en nýtingarhlutfall samkvæmt þessum byggingaskilmálum sem verið að fara þarna eftir síðan frá 1981 þá var kveðið 0,3. En eins og þið sjáið í þeim gögnum sem að sá sem að lagði fram þetta erindi kemur fram í þeim gögnum að hann vill meina það að samkvæmt þeim útreikningum sem hann með að þá sé nýtingarhlutfall húsana þarna í kring talsvert hærra eftir en það og þá yfir þeim mörkum sem að þessi sömu skilmálar leyfa og þar að leiðandi var hann óska eftir fundi með embættismönnum bæjarins til þess að fara yfir þessa niðurstöðu sem varð á þessum fundi. Þetta mál á sér langa sögu frá því á síðasta kjörtímabili, voru hatrammar deilur milli nágranna þarna og búið að fara tvisvar fyrir úrskurðarnefndina sem að hefur ekki úrskurðarinn efnislega málið sem að það hefur verið kært þessum nágrannum og það kemur fram í þessum meðal annars þessum gögnum að þarna virðist vera fleiri hús sem eru þá yfir þessum skilmálum, nýtingarhlutfalli og það er eitthvað sem að verður vantilega skoðað á umhverfissviðinu í framhaldi. En 0,35 minnir með þetta hafi verið og ég ætla að segja þetta mér. Já, Sveinn Óskar, þú varst að biðja orðið aftur eða ekki? Bæjarfulltrúi. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar, við ræðum 7. mál í fundargerð skipulagsnefndar, Leiðréttangi 10. Já.
Og þetta mál svona óþægilegar svona harmonar ákveði við skipulagsmálið sem að við ræddum nýlega upp í Krikahverfi, og þar sem að 3 í götu eru með samþykkta auka íbúð en 1 sem fór í gegnum samþykktaferlið, hann fékk það ekki og vegna þess að hinir fóru aðra leið. Og þá spurningin sko aftur hér, eru þessi sem að eru með meira byggingamagn en þessi, hvað deiliskipulag segir til 0,3 í lóðinni, á lóðinni og lóðunum í kring, ekki kannski þessari lóð en bara lóðunum í kring, eru þeir þá búin að fara eitthvað aðra leið en átt að fara? Hvernig ná þeir þá þessu byggingamagn? Já, það afturbeint spurning út í þín, bæjarfulltrúi Ásgeir og formaður skipulagsnefndar. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Ég skal reyna að svara því. Þeir ná þessu byggingamagni með því að þeir hafa ekki óskað eftir því sem að mér skilst. Það hefur ekki verið óskað eftir þeim breytingum sem að hafa þá verið gerðar á þessum húsum, ef að þær hafa verið gerðar eða hvort var gert í upphafi, það að þetta sé þá yfir þessum, farið yfir þessi leyfilegu mörk. Og þetta er ekki alveg samsvarandi, þetta er kannski ekki alveg samsvarandi mál vegna þess að var það ekki upp í Litla-Krika þar sem að það hafði þá farið sem sagt ekki fyrir skipulagsnefndina þau leyfi sem að voru þar fyrir aukaíbúðunum en það reyndar, ef við hugsaum þá er þetta kannski sambærilegt vegna þess að það hafa ekki fundist nein merki það í kerfinu hjá Mosfellsbæ að þessir aðilar sem að þarna kærðu þetta erindi þessa aðila á ítrekað, að þeir hafi farið með sín mál og sína beiðni aukning á nýtingarhlutfalli í gegnum stjórnsýsluna. Þannig að ég held að það sé, eftir að þetta kom upp, að þá sé verið að fara í gegnum þetta hvernig þetta er skráð og hvort þetta sé allt saman rétt, og síðan eftir því sem að mér skilst líka, sem að ég er nú ekki alveg með 100% á hreinu, en ég held að það líka verið að skoða hvort að þessir byggingaskilmálar fyrir Leirutanga frá 1981, hvort að þeir séu í gildi. Mér skilst að það hefði tekið einhver ný löggildi, ef ég man rétt 2010, ég segi það samt með fyrirvara, það að þeir hefði átt að taka við að þessum skilmálum, og að þá séu þeir bara hreinlega ekki gildi, en þetta er til skoðunar, veit ég, á sviðinu, og ég óskaði eftir því sem formaður skipulagsnefndar að þetta yrði skoðað vegna þess að þetta er eitthvað sem þarf að vera í lagi, en þarna kemur enn og aftur á því sem hefur svo sem verið rætt í þessari skipulagsnefnd og hefur verið svona sett á dagskrá, þó að sé ekki endanlega komin kannski við getum sagt verk, svona lýsing eða tímasetning á það að það þarf að mínu mati og margra annara að kippa því í liðin að eldri hverfi í Mosfellsbæ sem eru ansi mörg, sem ekki með deiliskipulagi, að það þarf að einhenda sér í það að koma því í deiliskipulag. Það verður ekki gert á einu ári eða tveimur, en einhvers staðar þarf að byrja, og ég held að það sé mjög gott að reyna að fara í það sem fyrst að hefja þá vinnu. Vona þetta svari spurningunni. Já, einhverjir sem vilja ræða þetta mál frekar sem að bæjarfulltrúarnir Sveinn Óskar og Ásgeir voru að ræða, þetta var 7. mál. Ég er með bókun. Þú ert með bókun þetta mál, já, er hann tilbúinn? Eða viltu taka fundarliða? Sveinn Óskar. Ég kannski fá að bæta við þetta, forseti, ég má bæta kannski við þetta að það sem kemur fram í þessum gögnum sem hafa bættist við í dag, að það er ekki búið að staðreyna, það er ekki búið að fá það staðreynt að stærðir húsina séu með þeim hætti sem kemur fram í þessum gögnum, en ég held að það sé, svo vinna sé í gangi sem ég vildi bæta við. Takk fyrir. Já. Það er hérna bókun frá bæjarfulltrúa M-lista sem komin inn í spjallið, og
kannski bara svo ég hafi þetta nú formlegt, einhver sem vil ræða þetta mál frekar. Það var engin áðan sem tilkynnti sig þar, þannig að það var best að bara klára þetta mál og hún komin inn hérna á spjallið bókun, neðri bókunin þarna sem að gildir og hún svohljóðandi, forseti ætlar að lesa hana. Þetta bókun frá M-lista, bæjarfulltrúa á M-lista. Fulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ situr hjá undir þessum dagskrárlið sökum þess að svo virðist sem jafnræðis sé ekki gætt hjá þessum umsækjanda sé litið til byggingarmagns annarra húsa á svæðinu sem umfram nýtingarhlutfallið 0,3. Mikilvægt að koma deiliskipulagi ákveðna svæði í Mosfellsbæ í lag og gæta jafnræðis. Bæjarfulltrúi, þetta bókunin, bæjarfulltrúi Stefán Ómar hefur beðið orðið en ég tekka fram að umræðum lokið og bókanir eru ekki til umræðu. Það sem maður fylgir nú alveg forminu, það er þetta bóka á móti eða með, eða hvernig sem Stefán Ómar, þú kannski, vildir þú ræða þetta mál? Já, ég bara aðeins að bæta við þetta. Já, ég verð að grípa fram í að því að þetta var alveg skýrt áðan. Okay. Ég spurði hvort einhver vildi taka til máls og það voru engar undirtektir. Þá umræðum lokið. Það er þetta bóka en það hérna þessi bókun liggur fyrir og kannski við bara klárum atkvæðagreiðslu þessa, svo þetta mál sé sögun á þessu fundi. Þeir sem staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar í þessu, það snýst það. Þetta var númer 7, niðurstaðan nú svolítið löng og ég kannski sé ekki ástæðu til að lesa hana upp. En þeir sem staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar, þeir eru bennir rétt upp hönd. Einhverja móti. Það 8 sem eru fylgjandi, staðfesta og 1 situr hjá. Það komið inn á spjallið og það verður fært í bókar. Við gera grein fyrir atkvæði mínu, forseti. Já, örstutt. Já, takk forseti. Ég sit hjá... Fyrir ekki að hérna, ég verður nú aðeins að taka þér orðið aftur. Forseti lítur svo á að þú sért búin að gera grein fyrir atkvæðinu í þessari bókun áðan. Þannig að ég sé nú ekki ástæðu til þess að setja að taka sérstaklega undir þeim hlið. Það nákvæmlega bókunni sem ég var hjá. Það gert grein fyrir því hvers vegna bæjarfulltrúi situr hjá fyrir geðið. Þannig að ég get ekki samþykkt að sé verið að taka til máls það. Hvað sér þau? Bókunin ekki alveg til fyllinga, þetta bara örstutt. Nei, já, það hérna alveg, þegar menn að gera grein fyrir bókun sinni þá eins og við sjáum það á Alþingi þá það bara mjög stutt og þetta er alveg gert grein fyrir afstöðinni og atkvæðinni. Þannig að ég held að við snúum okkur nú öðrum málum hér núna. Öll hinn málin eru til umfjöllunar. Það voru 10 mál, ég held að einu máli hafi verið frestað í þessari fundagerð. Við erum búin að ákveða 7. mál en orðið laust. Hinn málin. Já, orðið. Orðið, já, einhver sem að við erum orðið í spjallinu, endilega að nota það. Jú, Sveinn Óskar, þú ert að biðja orðið eitthvert annað mál þannig. Í fundagerðin, já, gjör svo vel. Þá snúum við okkur einhverjum öðrum málum. Það ná að velja. Gjör svo vel. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. 8 tilraunaprófun við Selvatn. Er þetta fyrir einkanot eða ég að reyna að átta mig á hérna, þetta fyrir frístundabyggð og þegar veitt svona heimild þá spurningin, þetta tímabundið eða getur viðkomandi haldið áfram að bora bara án eftirlits, hver fylgist með og annað slíkt þessum framkvæmd, annað ekki? Ég held að þessari spurningu sé beint til formanns skipulagsnefndar bæjarfulltrúa Ásgeir Sveinssonar
Þetta sem sagt málið þarna nummer 8, það hér fundarboði, tilraunaborun innan og svo kemur þetta landnúmer og þetta við Selvatn hérna í sunnanverðri sveitarfélaginu. Ásgeir Sveinsson, hefur þú svör á reiðum höndum með þetta? Takk fyrir það. Sko ég veit ekki hvort að það sé tímarammi á þessum tilraunaborunum, eins og kemur fram í þessari bókun að það þarf að skila gögnum á varðandi þetta mál, en svo kemur ekki þarf að gefa út framkvæmdaleyfi þar sem að borun telst ekki til meira átt framkvæmda samkvæmt reglugerð nr. 772/2012 umsækjandi ábyrgur fyrir að afla tilskilinna leyfa vegna vatnsborunar á eigin landi. Þannig að hann þarf að sækja leyfi og skila inn gögnum varðandi hvort hann hefur visst langan eða stuttan tíma í þetta, ég bara seinlega þekki það ekki, ég verð að segja það. Já, þetta verður að duga að sinni. Forseti lítur svo á að umræðum þetta mál sé lokið á þessu fundi, nummer 8, tilraunaborun. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, þú varst að biðja aftur morðið, er það ekki rétt skilið? Já. Það er eitthvert annað mál. Já, mál nummer 79. 79, það er aðalskipulag Reykjavíkur, endurskoðun blandaða byggð til 2040, gjör svo vel. Já, takk fyrir. Ég ætla bara að benda bæjarfulltrúum á að hér er nákvæmlega verið að fjalla mál sem er í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg. Og það er akkurat svona sem þau mál hefðu átt að fara sem við ræddum hérna undir fyrsta dagskrárlið bæjarstjórnarfundarins. Að auglýsingar, þegar þær eru í gangi, þá eru hvatningar til þess að senda inn umsagnir. Og ég vil bara árétta að þetta hér sem er að ræða er aðalskipulag Reykjavíkur, endurskoðun blandaða byggð, ákveðnu svæði og þetta virðist vera bara nákvæmlega svipað sem hefðu átt að eiga sér stað í því máli sem hér var rætt undir dagskrárlið 1 á þessum fundi. Annað var ekki. Já. Ásgeir Sveinsson, varst þú ekki að biðja um orðið um þetta mál? Já, ég vildi bara vekja athygli á því að þessu máli var frestað á þessum fundi en að það hafði ekki fengið umfjöllun. En engu að síður að þá verður það bara tekið fyrir á næsta fundi og ég vil endilega þakka Sveini Óskari fyrir það að segja okkur að svona er að gera með svona auglýsingar. Hann sennilega reikna með því að stjórnsýslan í Mosfellsbæ viti það ekki hvað þetta mörg þúsund svona mál hafi farið eða hundruð hafi farið og svo urðu þessi mistök sem að er búið að greina frá bæði þessari samantekt en það er þannig með Svein Óskar að hann er búinn að taka þá línu í hæðina að hann ætlar að þetta hafi verið vísvitandi sem að þessar umsagnir voru ekki gefnar og við getum ekkert gert meira með það en ég vil þakka honum fyrir að benda okkur á að svona ég að vinna þetta en það hlýtur að vera þægilegt að vera Sveinn Óskar sem hefur væntanlega aldrei gert mistök en ef maður lítur yfir hans feril á ýmsum stöðum að þá er nú annað í ljós. Látum þetta dögðu í bili, sko það er alveg rétt ábending að þetta var nú reyndar eina máli sem var frestað vegna tímaskors og þá er nú rétt að sleppa allir umræðu en ég leyfði hann nú reyndar áðan en ég held að við snúum okkur á öðru málu núna. Forseti, ég var búinn að biðja um orðið. Já, ég tek þetta út af dagskrá. Hvað sér þau? Þú getur ekki tekið það með orðið. Ég get tekið það orðið þegar mér sýnir svo, það er gert og þetta er ekki rætt frekar hér á þessu fundi. Ég óska eftir að fá að ræða fundastöld forseta. Já, þeir eru alveg heimilt það, stutt og laggott, fundastöld forseta. Ég hef ekki leitt forseti að þú skulle ekki stoppa svona ígjur af að hálfu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins hérna sem að var með dylgjur gagnvart þessu. Ég er bara að benda á, ég er ekkert að reyna að hefja mig upp í málinu þó hann haldi það. Ég er bara að benda á að þetta var það sem við vorum að ræða að hefði átt að koma fyrir. En mér þykir leitt að forseti ekki inn í svona mál. Það er meðtekið og móttekið en við höldum áfram með önnur mál sem eru hér í boði til umræðu. Við ykkur að tilkynningu til leiks þá inn á spjallinu. Forseti sér engin nöfn koma hér á skjáinn. Þannig að hann lítur svo á umræðan sem lokið þessa fundagerð að þessu sinni.
þá göngum við til atkvæða. Við erum búin að greiða atkvæði eitt málið, það númer 7. Þeir sem staðfesta fundargerðina að öðru leyti eru bænir rétt upp hönd, skipulagsnefnd, númer 525. Og úrslitin eru 9-0, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru umfjöllunum fundargerði lokið að þessu sinni. Það var eitt liður sem heitir almennt erindi, það var fundarboð á 35. landsþing sambandsins, það samband íslenska sveitarfélaga. Þetta sýnst nú reyndar aðalum kjör nýs varamanns í stað Valdimars Birgissonar. Bara rétt að vekja athygli á því að það ætlunin að halda þetta þing. Fyrst var nú til hugmyndum að halda ekkert fund, svo kom áskorun að halda þing og niðurstaðan var að halda það ekki 10 dögum fyrir jól, heldur 6 dögum fyrir jól, 18. desember. Og það er búið að kjósa fulltrúa, aðalfulltrúa og varafulltrúa fyrir allt kjörtímabilið. En þetta á dagskrá vegna þess að í leyfi bæjarfulltrúa Valdimars Birgissonar þarf að kjósa nýjan varamann. Og hann sem sagt varamaður í þess sem fulltrúi Mosfellsbæjar. Þannig og það lagt til að Lovísa Jónsdóttir taki sæti sem varamaður Valdimar Birgissonar sem fundarmaður fulltrúi Mosfellsbæjar á þessum landsþingi. Já, og náttúrulega ekki bara landsþinginu ef eitthvað annað kemur. Þetta nú aðalega enda landsþingið. Ef ég sé eftir öðrum tillögum, ef þær kom ekki, þá lítur forseti á að þetta sé bara afgreitt og Lovísu séu velkomið í þessa stöðu þarna. Þá komið að kaflaskilum hérna hjá okkur, ágætu bæjarfulltrúar. Við förum hér núna í fundargerðir sem eru til kynningar. Við byrjum á byggingafulltrúanum sem hélt sinn fund nummer 413 og forseti gefur orðið laust. Hann var haldinn 14. október síðastliðinn. Forseti að hvernig nú já. Það var ég hérna í vandamálum sem að sumir hafa lett í kvöldi. Ég baði orðið hjá einstökum bæjarfulltrúa en ég ætla bara að reyna að stytta með það á leið. Ég ætla að fá að taka, var enginn búinn að biðja orðið en forseti ætla að taka aðeins til mál sem fyrsta máli, bara vekja athygli hvað að gerast þarna. Það heitir hér hjá byggingafulltrúa Jónstótt göngubrú, vegna göngubrúar yfir Köldukvísl, umsókn byggingar áform og byggingarleyfi. Jónstótt næsti bær eða hús við Gljúfrastein hinum með ána og bara vekja athygli á þetta nú aðeins borið hér að koma áður. Það verið að búa til framtíða bílastæði fyrir Gljúfrastein hinum með ána. Það gersamlega sprungið litla bílastæðið við Gljúfrastein. Bara mjög gott að það hluta því að hanna nýtt bílastæði og gera göngubrúna sem var nú reyndar einu sinni bílabrú þarna yfir ána, gera hana örugga með handriðum og þetta snýst þetta. Þetta mikið, ekki bara notað að safnum þetta bílastæði, heldur líka fyrir fólk sem að fara að ganga okkar fallegu sveit og eftir þetta frábæra sumar þá segja menn að vinsælasta fjallið á Stór-Mosfellsbæjarsvæðinu sé Grímansfjall, okkar hestafjall og þá leggja menn mjög oft bílum þarna við Gljúfrastein, ekki bara til að heimsækja safnið. Þetta vildi ég segja þetta mál, orðið ennþá laust þetta mál eða einhver önnur. Það biður enginn orðið og þá þessi fundargerð lögð fram. Síðan skipulagsfulltrúi Kristinn Pálsson sem heldur það sem heitir afgreiðslufund skipulagsfulltrúa. Hann fámennt, hann einn á fundinum en þessi afgreiðslufundur nauðsynlegur og haldinn svona þegar þarf og hann hélt fund skipulagsfulltrúi 22. október síðastliðinn klukkan 14 og þar voru 2 mál á dagskrá.
Það er tengdust Fossatungu, forseti gefur orðið laust. Það er ekkert nafn sem að kemur hér á skjáinn. Þannig að hún er lögð fram. Þá höldum við áfram. Við förum næst í það sem að kalla SSH og við fundum ansi oft hér undanfarnar vikur af illri nauðsyn. Það eru tvær fundargerðir núna frá SSH. Það er fundur númer 507 sem að fór fram 5. október síðastliðinn. Það voru bæjarstjórar og borgarstjóri sem sátu þann fund í fjarfundi. Þar voru 3 mál. Forseti gefur orðið laust. Sveinn Óskar, varst þú að biðja orðið þarna? Nei, er það rétt skilið? Já. Já, gjör svo vel. Það er sem sagt ræðin fundargerð og stjórn SSH númer 507. 3 mál á dagskrá. Gjör svo vel, Sveinn Óskar, bæjarfulltrúi. Þakka fyrir fólki. Ég undir máli á þessu dagskrá sem er númer 11 á dagskránni. Þetta er 507. fundur samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og ég er að fara að fjalla dagskrárlið sem er hérna númer 7. Samgöngusáttmálinn, lagt fram yfirlit og minnisbréf frá SSH og Vegagerðinni stöðu verkefna samgöngusáttmálans og greiðslur til hans. Og svo er hérna bóka ekki gafst tími til að taka þennan lið á dagskráfundunum og er honum frestað. Svo sé litið til næstu 2 funda sem eru þarna, þá kemur þessi liður ekkert á dagskrá aftur, samgöngusáttmálinn. Sem sé 2 heila fundi samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Það sem á að fá reyna að afgreiða peninga inn í sáttmálan. Og ég spyr okkar fulltrúa, bæjarstjórann Harald Sverrisson, hverju sætir að þessi dagskrárliður sé frestað svona lengi? Já. Haraldur Sverrisson, ég vil gefa þér orðið bæjarstjóri þetta mál, samgöngusáttmálan. Já, og ég bara veit það ekki. Veit ekki af hverju það er ekki búið að setja þetta á dagskrá. Gæti ímyndað mér að það er gleymst að hálfu framkvæmdastjórans, en ég skal bara spyrja næ. Já. Orðinu veistu þetta mál áfram, ef einhver vil ræða það. Svo virðist ekki vera umræðan orðið laust önnur mál þarna. Það voru dálítið mörg mál. 16 mál. Það biður enginn orðið og þá er umræðan lokið þessa fundargerð og hún er lögð fram. En síðan kemur aftur fundargerð frá SSH, samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Það líður þarna vika á milli. 12. október er aftur plássittifundar fjarfundabúnaði og þar voru þar er reynda samgöngusáttmálinn á dagskrá þar, er það ekki rétt séð? 3. mál. Það er komið á dagskrá þarna samgöngusáttmálinn. Það er farið á næsta fund. En orðið er laust. Þetta eru við. Já, orðið er laust þessa fundargerð. Stefán Ómar næstur, er það ekki rétt? Séð og skilið hjá mér. Já. Við ræðum þessa fundargerð. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar, bæjarfulltrúi. Já, takk fyrir það, forseti og getur bæjarfulltrúar. Já, það er einmitt þarna 3. mál á þessari fundargerð. Af því að var verið að spyrja þetta í fundargerðinni þarna undan. Ég sé ekki betur en þetta sé það sama sem er þarna og þarna er sem sagt bóka bara 1 orð, umræður. Með að bæjarstjóri geti frætt okkur hvað, umræður hvað. Takk. Það er ein spurningu til
bæjarstjóra. Ég vil gefa honum orðið þetta mál. Þetta sem sagt tekið fyrir þarna viku seinna. Gjörðu svo vel, Haraldur Sverrisson. Já, ég verð nú bara að viðurkenna það. Ég man það nú ekki smáatriðum hvað menn voru að ræða þetta. Það farið yfir þetta minnisblað sem er hér í fundargáttinni það og þessar greiðslur. Það var einhver sem tóku til máls, ég bara því miður man það ekki. Ég tók ekki til máls í þessu máli. Þannig að ég bara búið að vera margir fundur hjá SSA. Ef að menn vilja fá einhverja nákvæmari upplýsingar á það, þá get ég aflað þeirra eða biðið framkvæmdastjóranum að reyna að rifja þau hvað var rætt. En það var ekki sem þótti ástæða til að bóka allavega, það var engin slík niðurstaða. Einhver sem að ræða þetta mál sem að bæjarfulltrúi Stefán Ómar vakti máls á, Sveinn Óskar, jú, hann hefur beðið orðið. Kjörnsvar, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Ég hann ekki alveg átta mig, sko, ég fór í gegnum þetta á fundi 500, við erum í fundi 508, ekki rétt? Við erum í fundi 508, jú. Já, og þar ekki neitt talað samgöngusáttmál. Þriðji liður heitir samgöngusáttmáli. Hvaða lið ertu með þarna undir? Númer 105, nei 508. Já. Þá ég ekki með það rétta fyrir frammi því að hann er þarna þriðji liður. Þriðji liður, já. Þá er það ekki rétt hjá mér. Nei, þetta hefur verið frestað viku, sko. Já, ég biðst velvirðingar á þessum mistökum, ég hef bara ekki náð að átta mig á því en það er enn og aftur, sko, það verður mjög gott að fá stöðuna á þessum samgöngusáttmála og ég þakka bara bæjarstjóra fyrir það að ætla gangi í það mál, annað ekki. Það er þetta minnisblað sem að fylgir með þessu máli frá framkvæmdastjóranum. Það stendur þarna í fundargerð Páll Björgvin, framkvæmdastjóri SSA, kynnir minnisblað. Það á að vera í fundargáttinni. Já. Nú, allavega ræðum þetta mál ekki frekar hér, en ef eitthvað bæjarfulltrúar vilja ræða eitthvert annað mál í þessari fundargerð, þá þið bennir að biðja það. Sveinn Óskar, já, þú varst að biðja orðið aftur, er það ekki? Já, bara til þess að árétta þetta, það er ekki þetta minnisblað, þannig að verður því komið til okkar. Þannig bara. Og þetta er ekki minnisblaðið í fundargátt SSA. Nú er ég ekki með hana beint fyrir fram að mig hérna. Það er ekki undir málinu, það er ekki undir málinu í gögnum Mosfellsbæjar að það ætti að vera undir fundargátt SSA þar sem allir kjörnir fulltrúar eiga aðgang að. Ég held að þetta er þannig að þetta er fundargerð sem er lögð hérna fram til kynningar, þá fáum við hana svona, en hins vegar getum við leitað á öðrum vettvangi eftir undirgögnum í fundargerðum sem koma svona hérna og þaðan. Ef að minnisblaðið er ekki þar, þá erum einhverju handum að ræða á hálfu starfsmann SSA. Það á að vera í fundargátt SSA, þetta minnisblað. Minnisblaðið er í fundargáttinni. Minnisblaðið er í fundargáttinni. Já, gagnagáttinni, já. Já, gagnagáttinni heitir það, já. 556 milljónir. Gott og vel, þá er... Má ég aðeins... Já, gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Þetta mál er það ekki rétt? Já. Hérna, ég tek eftir því, sko, að það hefur alltaf verið aðgangsorðið, sko, birt inn í gögnunum í okkur hefur við geta séð hver aðgangurinn okkar að gagnagáttin er og ég verið að viðurkenna, ég man hann ekki, en það er ekki þannig núna, það er bara sagt að fundargerðir og frekari gögn séu aðgengilega á ssa.is/gagnagátt. Það kannski mætti biðja að það sé aftur sett inn þessi aðgangsorð. Já. Ég var reyndar búin að biðja það að það yrði sko sett upp samgárulega aðgangur á þessari gagnagátt og öðrum þar að segja með rafrænum skilríkjum. Já, eða það, af því maður man bara ekki svo orð, sko. Já. En þetta er aðeins að skýrast hérna með samgöngusáttmálann vilja bæjarfulltrúar ræða eitthvert annað mál í þessari fundargerð. Við erum sem sagt að ræða fundargerð frá SSA, númer 508.
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, hann var haldinn 12. október klukkan 12:30. Mér sýnst enginn biðja orðið. Þá er þessi fundargerð lögð fram en SSH, það leið aftur vika og þá var aftur haldinn fundur, mánudaginn 19. október klukkan 13:35. Þá kom stjórnin saman og þar voru 3 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það hefur enginn beðið orðið þarna og þá er hún lögð fram og þá förum við í annað, þá förum við í samband íslenska sveitarfélaga, þeir sem ætla að halda jólalandsfundinn. Það var haldinn fundur 16. október síðastliðinn og þar var meðal annars rætt landsþingið. En forseti gefur orðið laust þessa fundargerð og það kveðst engin ljós, þá er hún lögð fram. Það er bara 2 mál á dagskrá og þá förum við í Sorpu. Það var fundur 9. október síðastliðinn, það var númer 434. Forseti gefur orðið laust 4 mál á dagskrá, kveðst engin ljós og þá er hún lögð fram. Fyrirgeðu, þú varst búin að biðja orðið, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson, fundargerð Sorpu, gjörðu svo vel. Fundargerðin er afskaplega svona fátækleg, lítið skrifað inn í hana og við eiginlega hálf ófullnægjandi fundargerð. En fyrsta lið þar er sagt stað á rekstri og horfur rekstri og fjárfestingum fyrir strætó. Það er ein setning, Birgir Björn Sigurjónsson, með leyfi forseta vitna í það. Birgir Björn Sigurjónsson gerir grein fyrir tillögum fjármálastreymi Sorpu, tillögur ræddar. Þetta er náttúrulega ekki mjög lýðræðislegt þegar fundargerðir eru svona í svona stóru byggðasamfélagi. Ég bara á ekki til að auka tekið orð. Hvernig á fólk að geta átt þessu og játtum kjörni fulltrúar, en ég bið bara fulltrúar okkar í Sorpu að kannski ræða þennan lið. Takk fyrir. Já, þessi kom að framfæri. Kolbrún Þorsteinsdóttir, fulltrúi okkar í Sorpu, beðmorðið, gjörðu svo vel, Kolbrún. Þetta varðar einmitt Sorpu. Þessi fundur var einn af mjög mörgum sem að varðaði fjárhagsáætlunar vinnu Sorpu fyrir næsta ár og næstu 3. En sem sagt, það var í rauninni að fjárhagsáætlunar vinnan, hún tók mjög langan tíma, hún tók marga fundi og þarna í rauninni akkurat á þessum fundi kom ekkert nýtt fram. Þetta var aukafundur, við erum búin að halda mjög marga fundi og þannig ekki fundargerðirnar farnar að streyma inn núna. En í rauninni er þarna verið að ræða tillögur, það voru bornar undir okkur tillögur, það sem að fjármálateymið kom með og bar undir okkur og það er rauninni bara þannig að ég og bæjarstjóri, við erum náttúrulega búin að fara og gera miklar athugasemdir og á endanum náðist nú lending í þessu fjárhagsáætlunarmáli og þetta var margt sem hangir á spýtunni eins og er alltaf með Sorpu, það var náttúrulega urðunarstaðinn. Þannig að rauninni þarna var ekkert nýtt sem kom fram frá fyrri fundi og það rauninni er eiginlega ekki einhverjar stórar fréttir og niðurstöður fyrir en að eftir þennan fund. Þannig það er bara þannig. Þannig að við vorum bara, við ræddum, ég man ekki hvað þetta voru margir fundir sem voru boðaðir vegna fjárhagsáætlana vinnu Sorpu. Þetta var mjög erfið fæðing og mjög svona vandasamt vegna urðunarstaðarins á Álfsnesi. Þannig að það er nú eina sem ég get sagt ykkur þennan fund. Þarna voru bara tillögur teymisins lagðar fram og
og þær voru ekki afgreiddar þarna á þessum fundi. Já. Kolbrún bæjarfulltrúi var að ræða, já, við getum sagt fyrsta málið. Stefán Ómar, þú varst að biðja orðið, þá væntanlega fyrsta málið, eða hvað? Forseti, nei, eiginlega bara fundagerðina sem rammaði, ég má bara stutt. Já, það heimilt vegna þess að hún hefur verið hér rætt áður. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, takk fyrir það, forseti, og ágætu bæjarfulltrúar. Ég sé þarna í þessari fundagerð að hún undirrituð rafrænt og fagna því bara mjög að menn sé að taka nýjustu tækni í notkun. Ekki bara við þessar aðstæður, heldur bara yfirleitt, en það svona ein spurning eða ábending, ég veit ekki hvert að fulltrú okkar í stjórn Sorpu hefur tekið eftir því, en náttúrulega þessar undirskriftir þær fara yfir einhver texta þarna á skjalinu og síðan ef maður biður staðfestingu á þeim þá koma skilaboð með að það sé error during signature verification, þannig að þetta er ekki fullgildar undirritanir. Og ég get alveg ímyndað mér til dæmis út af hverju það að vegna þess að það ganga yfir hluta af texta sýnist mér á skjalinu og fleira. En þannig að það er eitthvað aðeins, endilega að skoða þetta, koma þessi í lag og fleiri að taka þetta upp. Takk. Já. Það er engin... Má ég spyrja, forseti, ég sé ekki þetta error sem við erum að tala um. Er þetta eitthvað að fara fram hjá mér einhvers staðar? Ég sé bara undirskriftirnar hjá okkur frá stjórninni. Errorin sé ég bara ekki. Forseti, má ég koma aðeins inn aftur? Svo vel, Stefán. Það er bara orðið stutt. Nei, þú sér það ekki. Þú ætti að vera með sérstaka útgáfu á Acrobat Reader svokölluðum til að geta lesið þetta. Þú ætti að hlaða þessu niður á skjáin fyrst, Já, ég skil. Svo opnar það í sérstöku umhverfi, Já, ég var einmitt að fagna því hvað þetta var og mér finnst það svo flott hvað þetta er vel gert hjá Sorpu, hvernig þetta er mjög svona ákveðið ferli þessar undirskriftir, en ég skal fara með þetta áfram. Já, forseti lítur svo á að þessi umræðan þessa fundargerð stjórnar Sorpu sé afgreidd eða fullrædd og hún bara lögð fram hér og nú. Sama dag og að fundur var hjá stjórn Sorpu, það er að segja 9. október, þá var haldinn fundur í stjórn Strætó og þar voru 5 mál á dagskrá sýnist mér og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og þá er Strætófundagerðin lögð fram. Þá er komið að fundargerð samstarfsnefndar skíðasvæðina. Nú býðum við bara eftir snjónum, þetta síðasta fundargerðin. Fundur nummer 385, 14. október og forseti gefur orðið laust þar, 8 mál á dagskrá. Það kveður sig engin hljóðs hana og þá var hún lögð fram. Þetta var síðasta fundargerð þessa fundar og boðað verður til næsta fundar miðvikudaginn 11. nóvember. Næstkomandi klukkan 16:30 að venju. En ég þakka ykkur kærlega fyrir fundarsetuna. Langur og strangur fundur að venju og hér er fundarhamarinn öflugi og ég ætla að slíta fundinn með að slá hér hæfilega fast í hann. Takk ykkur kærlega fyrir.